Komiði sæl og blessuð og velkomin í tímamóta útsendingu okkar hér á samstöðinni. Marathon Málþóf. Við ætlum að vera í beinni útsendingu fram á sunnudagskvöld og við ætlum að senda út í alla nótt í beinni útsendingu svo því sé haldið til haga. Með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Komdu sæl og blessuð, Oddný. Blessaður og góðan daginn. Góðan daginn. Kæru hlustendur og áhorfendur. Já, hvernig líst þér á þetta framtak sem við erum að vaða út í? Mér líst bara mjög vel að spennandi og einhvern veginn brjálað dálítið, eins og allir góðir hlutir. Já, svona, maður veit ekki alveg hvernig þetta verður hægt, en finnur það samt á sér að þetta verður bara hægt og verður gaman. Er það ekki? En það verður mjög margir sem að líka koma og hjálpa okkur. Já, það eru tugir ef ekki 100 viðmælenda bókaðir. Já. Næstu 40 klukkustundirnar eða svo. Maður bara búin að vera að bóka alveg fram á þessa stund. Já. Þannig að það vona mjög mikið mörgum góðum gestum. Það náttúrulega margir á ferðalagi þessar mundir. Sumarfríin nú byrjuð. Já. Svoleiðis að maður búin að svolítið gaman að tala samstöðun og þessu útsendingu við ansi marga. Já. En hinga koma nú, ég ekki búin að telja það saman, en það eru svolítið margir í hverju slotti og við erum ekki með. Við ætlum ekki að vera með svona löng viðtöl. Þetta verður ekki marathon í þeim skilningi að við séum að tjekka á því hvað við getum talað við einhvern einstakling lengi. Allavega vona, svo veit maður, það verður kannski þannig ef að einhverju mæti ekki eða verða forföll, þá kannski verður við bara, ég veit ekki, bresta á með kveðskap eða. Já, ég með ef allt fyrir úrskeiðis, þá ég með sjálfstætt fólk. Og þannig að það þá hægt að lesa upp úr sjálfstæði fólki eins og einhvern tímann á Ríkisútvarpinu þegar lesið var upp úr búnaðarblaðinu Frey og það var ekkert annað sem var í gangi heldur en það. En það verða að vísu 2 svona lengri spjöll inn í þessu marathoni, eða eru fyrir séð. Það eru 2 helgispjöll. Já, það viðtal núna einhvern tímann á eftir við Þórarinn Tyrfingsson, langt fyrir höfðviðtal, ekki satt? Jú, það helgispjall bara eins á sínu tíma. Já. Og síðan annað helgispjall við Hilmi Snæ Guðnason. Og það verður örugglega líka svolítið svona þétt. Við ætlum að fá til okkar 4 gesti næstu 2 klukkustundir, okkar morgun sjónvarp, ef maður getur kallað þetta sem svo mun standa svona cirka til 9. Já. Og ég legg fram 2 gesti og þú 2. Já. Mínir gestir innan gæsalappa eru Ólafur Hjálmarsson hljóðverkfræðingur sem ætlar að ræða við okkur syngjandi handrið. Já, það mjög poetist. Já, og eitthvað fleira sem að í okkar hljóðheimi. Og Kjartan Sveit Guðmundsson 23 ára gamall, ég held að sé hafnarstarfsmaður sem að hann einn af þeim sem hafði samband við mig eftir að við sendum út ákall til Íslendinga að þau gætu komið í spjall til okkar. Opin mikrofón í hádeginu og fleira. Og ég veit ekki einu sinni alveg hvað við ætlum að ræða, en ég held að það tengist eitthvað breytingum á starfsemi félagsmiðstöðva fyrir norðan á Akureyri. Þar hefur verið fréttamál að bærinn að breyta rekstri félagsmiðstöðva og þetta var það semst ungt fólk og þetta ungur maður sem kemur hér. En þú með einhverja menningarbúru, er það ekki? Já, jú, ég fekk Sumarliða Ísleifsson, bað hann að koma og hann hann prófessor upp í háskóla og var lengi í Reykjavíkur akademíunni og var svona í farabróti fyrir mjög svona þá framúrstefnulegar, eða þá sjálfsagt líka núna, rannsóknir á tengslum, eða semst á norðrinu. Sagnfræðingur. Já, og hann bók hans Grænland og tengsl Íslands og Grænlands og norðursins var að koma út núna á ensku. Já. Það dálítil tíðindi og ég spjallaði við Sumarliða einhvern tímann í vetur. Þá var hann minni mig í Kaupmannahöfn og við töluðum á Súmmi og ætluðum alltaf að tala aðeins betur saman í ró og næði einmitt Grænland, því hann hefur stúderað mjög mikið svona þessi ímynd
ímynd Íslands og ímyndir Grænlands og ímyndir Norðursins og hérna og núna þegar það var svolítið hlægilegt að þegar hann og þau byrjuðu að stúdera eða tala Grænland að þá var það eins og við vitum öll þótti ekkert sérstaklega, þótti mörgum ekkert mjög svona aktúalt eða ekki, það var svona mjög mikið jaðarsvæði til að rannsaka. Ekki sexy topic. Nei. Og svo hefur það breyst heldur betur mjög hratt. Þannig að hann kemur og ætlar að segja okkur, við ætlum að tala Grænland og svo fannst mér svolítið spennandi að tengja það einhvern veginn, það var einhver nýlendu þráður komin í hugan á mér þannig að ég bað Áslaugu Jónsdóttur rithöfund að koma og segja okkur frá útgáfu skrimslabókarna svo kallað sem margir þekkja. Þetta eru barnabækur sem að við mörg höfum lesið fyrir börnin okkar og hafa eiginlega slegið í gegn í Færeyjum. Já, þannig að þú horfir til Grænlands og Færeyja. Já. Þetta finnst mér nú frekar svona falleg norræn byrjun. Já. Eigum við að þykjast vera rútíneraðir morgun sjónvarpsstjórnendur og fara yfir veður og helstu fréttir og hver ætti tónnin hjá okkur að vera? Ættu að tala mjög hægt og hálf hvísla eins og stundum á Rás 1 snemma á morgnana? Já, reyna að vera svona er það ekki, vera svolítið svona notaleg. Já, en ég samt búin að drekka svo mikið kaffi þó klukkan sé bara 7 því ég svo á svo lítið og vaknaði svo snemma var svo spenntur að undirbúa þetta ég held að það verði mér erfitt. Já, verðum við ekki bara að vera eins og við erum. Við verðum bara að halda okkar karakter. Takturinn í sólarhringnum náttúrulega, ég var einmitt að hugsa að mann mjög eiginlegt að vakna svona snemma. Er þér eiginlegt? Já, mér það sko eiginlegt, nei, ég veit ekki hvort það mér eiginlegt, en sko eiginlegt kannski ekki orðið, en mér það bara, ég vakna þess að mjög oft, mjög snemma. Já. En mér finnst ekki mjög eðlilegt að vera sko tala opinberlega svona snemma eða sem sagt vera jafnvel að ég var að hugsa að maður oftast kannski að vinna í sínum málum í einhverjum samskiptum en svona frekar litlum samskiptum þannig að það að vera með morgun sjónvarp eða morgun útvarp, það kannski ekki alveg öllum gefið. En það verður áskorun. Ég tók eftir því þegar ég ók í vinnuna í morgun að borgin náttúrulega bara, hún nánast dauð á þeim tíma sem ég fórum en hún var óbúslega falleg. Veðrið fallegt og það sem maður sá, það voru ferðamenn, það var fólk með ferðatöskur. Það stemning sem maður náttúrulega upplifir aldrei nema og sért að fara í flug út á Keflavík eða eitthvað svoleiðis og mér leið mjög vel af því sem ég sá. Þetta er fallegu dagur. Maður heyrði einstaka hús sem ennþá verið að skemmta sér. Það einstaka partí sem ég bara svona rólegan glaum og ekkert óhugnulega, bara svona eins og hefði verið bara frekar gaman en þá verið að spila plötur og þetta verið gaman ef við getum skellt lagi og fónin. Við megum það ekki. Nei. Það myndi hafa áhrif á stefgreiðslur og annað og við erum náttúrulega ekki mjög vel stætt fjölmiðlafyrirtæki, þess vegna erum við jú að þessu, þess vegna erum við með þessa löngu maraþondagskrá og við erum að reyna að safna fleiri áskrifendum og það markmið hefur verið nefnt svona 3, 4, kannski 500 áskrifendur umfram þá sem við höfum. Þá gætum við lofað hlustendum áhorfendur því að við kemum fíleld alveg bara tilbaka úr þessari fjáröflun og myndum enn bæta þjónustuna sem við höfum verið að gera. Við höfum verið að auka við þætti og svona. Já, erum við svona, má segja við séum að reyna að sanna okkur eða þannig með þessu svona. Já, sko, það sé málið, við erum svona sína við getum, því við erum náttúrulega góð liðsheild. Já, við erum mjög góð liðsheild. Og þannig við kannski erum að svona reyna, þetta ekki svona ævintýrum? Maður þarf að fara í gegnum einhverja þrautir til að sanna maður geti eitthvað til þess að fá eins og að fara yfir í næstu heim eða þannig. Þetta finnst mér skemmtileg líking hjá þér. En við ræddum hver fögur nóttin var þegar við ókum í gegnum hana og veðurspáin mjög góð fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún hér var besta veðrið í morgun og heldur áfram að vera það, hlýjast.
það verður núna eftir klukkan 9 þá verður 13 stiga hiti hér í borginni og það rignir fyrir austan. Suðurland kemur ágætlega til leiks, norðrið það ekki í væntingum, myndi ég segja, sem mývetningur, það heldur undir. En svona, það hæglætis veður framundan, þannig séð allir að koma sinna ferða og ekkert svona sérstakt sem að ber til tíðinda. Mér dettur í hug hvort við eigum að fara aðeins í... En byttu Vesturlandið, Björn. Já, gleymdi ég Vesturlandinu. Já, það ekki? Jú, það hérna... Á Vesturlandi var svo sem ekkert að frétta síndis mér. Nei, ég meina, það var bara gott veður þar. Bara fínt veður. Ég held að sko í svona morgun, ef við værum allavega útvarp allra landsmanna, sem við ætlum að reyna að vera í gegnum netið, þetta náum við ekki sko útvarpið okkar sendir, 89,1, nær ekki alveg sem sagt allt land. Ég skal segja þér að hverju ég á erfitt með að lesa veðrið. Ég skrifaði hérna niður veðurspána sko í morgun en ég var eitthvað stressaður fyrir útsendingun. Ég skrifaði svo illa að ég get ekki lesið það sem ég skrifaði. Nei, það var nú bara að skella sér á netið. Veður.is. Hins vegar þá ég með bjargir til þess að kannski renna yfir það sem að mér fannst helst í fréttum í nótt. Já. Eigum við aðeins að kíkja það? Endilega. Já. Sko, við erum með 1 dagblað á Íslandi. Bara 1. Einu sinni voru þau mörg, nú eru þau 1. Það Morgun. Dagblað, þá var þetta minna sem kemur á hverjum degi. Já, það Morgun. Og sumir segja að með því sé mjög góð ástæða fyrir því að stöð eins og Samstöðin þurfi að vera í loftinu. Já. Það sé allt of lítil fjölmiðlun hér á Íslandi og við þurfum fleiri tóna, fleiri liti. Og hérna ég í blaði dagsins, í morgunblaði dagsins þá mjög harður áróður á forsíðunni gegn veiðileyfa frumvarpinu, veiðigjaldafrumvarpinu en svo hefur verið náttúrulega bara allar götur og það verið að stilla þessu upp sem hreinu landsbyggðamáli versus höfuðborgarsvæðinu eins og þeir hafa reynt að gera og það segir með böggum hildar yfir landsbyggðinni og svo kemur undir fyrirsögnin þingmenn gerast brún völir yfir veiðigjaldafrumvarpinu. Þetta nú ansið svona mikil skrif, böggum hildar og brún völir. Mikil, það bara dýrt kveðið. Það dýrt kveðið og mennur farðan að seilast náttúrulega ansi langt í því að verja óbreytt kerfi. Við höfum ekkert sérstaklega verið hér í því að verja óbreytt kerfi. Við erum svona frekar að spyrja spurninga með róttækum og gagnrýnum hætti kerfin okkar. Nú, en við komum stundum og óvart hvað við erum íhaldsum á öðrum sviðum sko. Ákveðin íhaldsemi með róttækni svona í bland. Það alveg rétt hjá þér. Og ég var náttúrulega fæddur framsóknar maður úr Mývatnssveitinni, við skulum ekki gleyma því. Heyrðu, en svo hérna fannst mér mjög áhugaverð frétt á blaðsíðu 2 í Mogganum. Það tekist á málefni Eurovision. Og þar kemur í ljós að Stefán Jón Hafstein og félagar í stjórn Ríkisútvarpsins í meirihluta flokkunum þeir hafa aðrar skoðanir það sko hvað að gera í Eurovision framvegis út af Ísrael heldur en til dæmis fulltrúi sjálfstæðisflokks í hérna stjórn RÚV og miðflokksmenn. Það sem sagt hérna skiptar skoðanir núna inn í stjórn RÚV. Mjög skiptar skoðanir hvað ég að gera ef það kemur fram tillaga á vettvangi IBU að vísa ísraelska ríkisútvarpinu úr samtökunum og eða söngvakeppninni vegna framgöngu ísraelskra stjórnvalda náttúrulega á Gaza. Hefur ekki mátt gera þetta aðeins fyrr? Eða sko, ég meina, var þetta ekki til umræða svo mikið áður en Eurovision keppni var haldin? Jú, en hefur ekki að segja að þetta sé sko með Stefán Jón Hafstein og með þessi valda umskipti hefur ekki að segja að þarna sé allavega annar tónn svolítið en verið hefur. Þannig að það verður örugglega töluvert fjallað þetta í dag og síðar. Þetta var svo upplagt tæki, það ekki mörgt svona tæki sem Íslendingar hafa kannski til þess að hafa
hafa sitt að segja í svona, þú veist, stríðs átökum. Þetta var einhvern veginn svo hefði verið svo upplagt þá finnst mér og auðvitað þá líka núna því miður er ástandið enn svo hræðilegt. Jú. En mér finnst þetta lofa góðu með það að Ríkisútvarpið kannski fái með nýrri stjórn aðeins meira aðhald en verið hefur vegna þess að maður hefur ekki fundið annað en að framganga Ríkisútvarpsins og hérna, hvað maður segja, rödd Ríkisútvarpsins í þessum miklu deilum sem að varða Eurovision hafi ekki endilega verið rödd almennings. Þannig að sjáum hvað setur með það. Síðan kannski ein aðal frétt næturinnar sem að Ríkisútvarpið skrifaði fyrir okkur. Mér finnst hún lýsandi fyrir ástandið í heimsmálunum. Þar fjallað rektor háskóla í Bandaríkjunum sem segir af sér vegna þrýstings að breyta inngildingar áætlunum. Og við erum að sjá hverja fréttina á fætur annari þar sem að fyrrum sjálfstæðar stofnanir í Bandaríkjunum eru lagðar flatar eða höfuðin þurfa að segja á sér vegna ógeðslegar stjórnsýslu kúgunar og hérna afturhvarfs í mannréttindamálum og það leiðir kannski aðeins hugan að því, hvað fannst þér ummæli Þorgerðar Katrínar að Trump væri heillandi maður? Ég sá þau sko ekki frá fyrstu hendi, ég sá þau bara svona í fyrirsögnum sko og ég er eiginlega ekki alveg, það ekki komið úr nefnd hjá mér hvað mér finnst þau en ég hugsaði með mér hvað ég skildi hana vel, þessi orð svona þú veist, ég sagði einhvern veginn hérna í umræðu pólitík þá að vera að tala Bjarna og ég sagði að það væri nú ekki hægt að taka það af honum kallmennskuna og svona ákveðin hafi svona jákvæð orð sko og það stuðaði þetta marga mann ég sem hérna, en þannig ég skil alveg þetta að það sé hægt að tala kallmannin eða bara sem sagt manneskjun eða einstaklingin sko svona ef þú spurður hvernig var að taka höndin á einhverjum sko sem þú kannski séð á skjánum oft og hvernig eiginlega nerveran og að það sé karisma, já eða bara að þú upplifir að það sé einhver svona það sé bara jákvætt að vera í nervur einhvers á meðan þér finnst einhver vera algjör hálfviti og bara erkifíbl en upplifir það síðan að finnast áhugavert og gott að vera í návist einhvers auðvitað það í sjálfu sér bara mjög merkileg reynsla hlýtur að vera ég veit ekki hvort fólk og hlustendur og áhorfendur hafa upplifað slíkt sko, eða hvort það þessi svona frægðarljómi sem að þú eiginlega bara fólk stígur inn í einhvern frægðarljóma og gleymir þá svolítið bara öllu það einhvern veginn upptekið af því að vera nálagt svo hérna frægri mannesku þannig að mér fannst það svona í sjálfu sér skiljanlegt að hún svona í hálfgerðri undrun lýsi þessu yfir hvað það sé nú þrátt fyrir allt heillandi maður en svo ég fór aðeins að veltaði fyrir mér sko byrju þetta og ég myndi bara segja byrju sagði hún þetta sjálf eða þetta haft eftir henni eða svo þannig hérna maður bara auðvitað leifur fólki að njóta vafans og hérna ég var ekki að dæma það en mér fannst, ég hugsaði samt með mér að þetta er svolítið svona óheppilegt þar að segja svona, ég á okkar tímum þegar það svona mikið í húfi og þegar þessi maður hefur sko með orðum sínum og gjörðum vegið svo freklega og hérna róttækt að tilveru grundvelli stórs hóps landsins og heimsins að þá bara einhvern veginn það mjög ögrandi það ekki að segja að einhver sé heillandi að það ögrandi að kannski bara að hafa svo jákvæð orðum þetta nú sko ef við værum með opna símalínu þá þetta alveg upplagt svona þjóðarsálina að hérna, ræða og það kannski búið að ræða ég hef ekki að náða að fylgjast alveg með fjölmiðlum og því búin að vera upptekin að undirbúa hérna, okkar útsendingu En þú rýnir í þessu ummæli með ákveðinni mildi og ef við skiljið rétt þá hérna ég alveg sammálaður með það að þegar maður hittir sumt fólk þá eitthvað rafmagn í kringu það sem maður var ekkit vissum að yrði að sjónvarpsvélarnar skila því ekki endilega Sko Þorgerður Katrín þannig sjálf ég man eftir að hafa hitt hann og tekið höndin á henni hún mjög sko nerviran heillandi þannig að ég bara sko mildi, já, mér finnst einhvern veginn ekki stundum þegar maður vegur og metur svona sem maður heyrir
þá ég ekki að segja maður sé eins og Ragnar Reykjós bara með einhverja gráa loðuna skoðun en mér langar sérst að vitna í hérna Óttar Guðmundsson sem að ég rakst á pistil eftir hann í nótt þar sem hann segir sko utanríkisráðherra landsins leyfði sér að segja á dögunum að sér hefði fundist Trump heillandi maður. Þessi ummæli urðu til þess að hinn horfni flokkur vinstri grænna reis upp frá dauðum og mótmælti kröftuglega. Aðdáun ráðherrans á Trump var niðurlegandi fyrir íslenskar konur. Hún var sökuð undirlægju, hátt og fyrirlitningu á mannréttindum með þessu skelli erki óvinnin. Þetta dæmigert fyrir öfgafulla skautun í heimi stjórnmálana. Hvað dæmi öfgafulla skautun? Að Svandís Svavarsdóttir skildi strax bregðast við og hella sér yfir Þorgerðu Katrínu og segja að hún mætti ekki tala svona Trump en svo þér finnst hún megi tala megi og ekki megi þetta bara einhvern veginn svo ég veit þetta svona eins og þetta spurningi svo mörgum lögum ef maður segir svo auðvitað máttu segja það sko þú setur ekki einhvern svartan lista bara fyrir að óvart að segja eitthvað ég veit ekki, við viljum ekki dæma svo hart. Ef við verðum í klukkustundarspjalli og ráseitt þá getum við tengt þetta kannski. Já. En ekki hér og nú. Já, við höfum alveg klukkustundar fyrir okkur, Björn, við getum alveg tekið þetta, en þú, hvað finnst þér sjálf? Þetta ekki svolítið sem, þú getur ekki dæmt þetta í einu? Mjög óheppileg ummæli. Já, þau eru óheppileg. Algjörlega ónauðsynleg. Mér alveg sama hvað henni fannst. Ég hef ekki sagt það. Nei. Þannig hefði ég skilið það en mér finnst líka óheppilegt að einmitt eins og Óttar Guðmundsson segir að þetta sé fyrsta viðbragði hjá vinstri grænu sem maður hefur séð á opinberu vettvangi lengi sko. Ég náttúrulega við erum öll svolítið þreytt á þessum hundspítum og glefsum og öllu því sko. Við viljum þoka umræðinni. Þetta náttúrulega dæmi eitt sem að sko þegar maður ætla að fara að tjá sig opinberlega eitthvað sem maður hefur hvorki sko séð ný heyrt þá það þá ætti maður kannski bara að segja sér minnst sko þá þetta svona eins og En ég hugsa nú að mál þessu tengd verði rætt hér í þessari dagskrá okkar í marathon útsendingunni framöndan. Nú er spennandi að vita hvort það býður gestur frammi. Við vorum að tala var það ekki að fyrsti gesturinn kæmi svona cirka 20 mínútur yfir 7 hún 7:22 við vitum ekki hvort það býður gestur frammi Nei. Það hreinlega þannig Á ég að hlaupa fram eða? Já, það spurning hvort þú hleypur fram á meðan ég les upp úr búnaðarblaðinu Frey Nei, ég hef tækið til þess að þæfa hér ullina að kæru hlustendur og áhorfendur, við erum sem sagt við Oddný Eir erum rétt í þann mund að fara að kynna fyrir ykkur fyrsta gest af 4 hér í morgun sjónvarpinu okkar sem stendur yfir til klukkan 9. Það ótrúlega fjölbreytt dagskrá framöndan hjá okkur og ef þið eruð að koma að tækjunum núna þá skal það upplýst að við verðum í loftinu með beina útsendingu, ekki bara í allan dag, heldur líka í alla nótt og allan morgundaginn. Við erum að reyna að setja Íslandsmet í þjóðmála umræðu, beinni útsendingu og það reynir náttúrulega mikið á okkur starfsmennina, ekki síst tæknifólkið og aðra. Og við gerum þetta í fjáröflunarskyni. Við erum að vonast til þess að einhver ykkar þarna úti sjáið af nokkrum aurum í áskriftar gjald til okkar. Það hægt að fylgjast með samstöðinni án þess að borga nokkuð fyrir það og við skiljum vel að flest ykkar gerir það. En til þess að styrkja samstöðina og til þess að halda henni gangandi borga sér náttúrulega fyrir okkur að við höfum sem flesta áskrifendur. Þeir eru rétt 1600 núna og við erum að stefna að þeir gætu kannski orðið 2000, þá gætum við komið tilbaka með mun öflugri hætti en verið hefur. Gjörðu svo vel, hér að koma gestur í myndverið til okkar. Vertu velkominn, bróðir. Og þakka þér fyrir að hafa samband við mig í gær. Já. Og bjóðast til þess að verða gestur okkar. Það vill þannig til að þú ert bara fyrsti gestur okkar Oddnýjar í þessari marathon útsendingu
Þetta mikil heiður, ég þakka kærlega fyrir traustið, sko. Já, þetta mikið traust, mikil heiður, við erum sammálaðið það. Kynntu þið nú til sögunar? Já, ég heiti Kjartan Sveinn Guðmundsson, ég er 23 ára og laganemi við Háskóla Íslands. Já. Ég er búin að vera í alls konar unglega starfi, bara frá því ég var held ég 15 ára. Já. Og síðan fór ég Emma og núna ég undanfarið búin að vera að taka smá þátt í svona stúdentahreyfingum Palestínu og þess aftur. Já. En annars þá ég bara eitthvað í hafnagæslu og liðveislu, sko. Já. Ertu búin að sofa eitthvað í nótt? Nei, en það sko út að ég einn heima að passa hundinn. Hann hélt mig vakandi. Já. Það var ekki út af áhyggjum. Nei. Yfir þessu sérstaklega, sko. Það nú gott. Kannski með. Já, kannski pínu. En þetta fer nú vel að stað hjá þér. Þú hafðir samband við mig í gær vegna þess að þú vildir ræða mál ungmenna og við vorum að tala þær breytingar sem hafa orðið á Akureyri. Þar eiginlega allt vitlaust út af breytingum á rekstri félagsmiðstöðva. Hefur þú eitthvað fylgst með því, Oddný? Nei. Getur aðeins sett okkur inn í hvað við byrjum þar, hvað hefur verið að gerast fyrir norðan og hvaða breytingar hafa orðið þar á hvað maður að segja, umhverfi félagsmiðstöða? Þarna verið að færa rekstur félagsmiðstöða eða rauninni leggja það bara niður og einhver megin búist við því að þessi ákvörðun var tekin held ég af 5 manna nefnd sem kom eiginlega bara úr skóla með bakgrunn í skólakerfinu. Ekki það var ekki haft samráð við Samfés, það var ekki haft samráð við ungmennafélagið og það held í rauninni markmið bara að þessi nefnd sem skoðaði þetta vildi í rauninni bara fjölga held í deildastjórum og í skólunum og það ekki áhyggjur það voru ekki áhyggjur yfir því að þetta myndi skerða aðgengi ungmenna að einhverju starfi. Það var ekki haft samráð við fólk sem nýtti sér aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar eða starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar og það ég veit ekki hvað fólk sér fyrir sér með þessu í rauninni að þetta verði einhver megin, þetta muni reddast að þessari starfsemi síðan hvort betur borgi þá bara slútað eða innan skólakerfisins sem væri undantekning frá venjulegu rekstrarhaldi á þessu hlutverki félagsmiðstöða. Já. Þú hefur áhyggjur af því að það sé til hópur ungs fólks sem með þannig bakgrunn og lifir þannig lífi að hvað maður að segja, skólinn einn og sér get ekki fært þeim fólki sjálft bara með þessar áhyggjur, þú veist, ungmennar á Akureyrarbæjar búið ályktum þetta fer gegn og Samfés og fleiri og þetta bara og það þurfi fleiri apparöð en skólan til þess að huga að heilsu, lýðheilsu og framgangi annars væri þetta gert einhvers staðar annars staðar líka, þú veist, þetta ekki kerfið eins og það af einhverju ástæðu. Já, og þú ert einhverja vini fyrir norðan sem að missa vinnuna, er það ekki? Já, Ari Orrason, hann hann var starfsmaður og þeim var öllum sagt upp held ég 2 til 3 dögum áður en þá samþykkt í bæjarstjórn að slíta þessu starfi myndi hætta. Já, einmitt. Þannig að þetta allt búið að vera vægasagt frekar gruggugt ákvarðanatakan ferlið búið að vera í þetta allt frekar dúbíus, sko. Það allt brjálað út af þessu máli fyrir norðan og það allt brjálað út af því að það var svifta Akureyringar rauðu hjörtunum í umferðarljósunum sem að Margrét Blöndal kom á fyrir einhverjum 15 árum. Og svona tákgræn tengsl þarna á milli. Svo líka banna ketti. Já, ég veit ekki með það en að ég talaði við Ara Orrason einmitt tók viðtal við hann og það einmitt virtist þetta unga fólk virtist vera að gera mjög góða hluti. Þannig að þetta auðvitað mikið reiðarslag. Já.
það eitthvað skrítið í gangi sko. Já, hvernig myndið þú vilja koma inn í þetta mál og hvað finnst þér sko, við höfum verið að núna að fylgjast með fréttum það að ungt fólk hefur það bara ansi skítt. Það kom illa út úr COVID, það aukin alkoholismi á heimilum í ljósi einangrunar, þá þreifst ofbeldi. Við höfum séð hræðileg mál bara hvert á fætur öðru og nú síðustu misserum koma upp og við vitum ekki alveg hvað að gerast með ungt fólk. Hvert þitt take sem að sletti á... Hvað að gerast með ungt fólk? Já, og hvað að gerast með kerfin okkar sko. Ég ekki ungt fólk ekki dregið til ábyrgðar ef eitthvað fer úrskeiðis hjá þeim, heldur frekar kerfin okkar. Já, ég held að við getum ekki sett ungt fólk í einn hóp. Það er ekki hægt að setja alla miðaldra í einn hóp. Nei. Þú veist, það er þegar erum að tala ungt fólk, erum að tala ungar bændur, erum að tala unga athafnakonur, erum að tala fólk í grunnskólum, erum að tala krakka í menntaskólum, hvaða menntaskólum. Góða punktur. Ertu að tala unga sjálfstæðismenn. Þannig að ef að það er almennt þannig að einangrun er að aukast, þá myndi ég auðvitað halda að ungu fólki þætti mjög fínt að fá minnstakosti að vera boðið til borðs í umræðinu hvernig ætti að leysa þetta. Já. Við erum með barnasáttmála sem kveður á ákveðna skyldu stjórnvalda til þess að bjóða börnum til borðs þegar við erum að taka ákvarðanir það málum sem tengjast þeim, og eins og núna með félagsmiðstöðuna þá þetta bara ég held að sjá það er of mikla skrautfjaðrir sko, að stofna ungmennaráð. Það er ekkert endilega verið að nýta það í eitthvað samráð seinna meir. Nei. Eða þú veist, einlega barnasáttmálan, hann er síðan kannski virtur að vettu í. Já. Þannig að ég held að kerfið sem við höfum er kannski fínt. Það væri mjög gott ef við getum síðan fylgt í eftir raunverulega með bara því að nýta bara til þess að svona skerpa á því að rödd ungs fólks heyrist, eða þú veist, við þurfum bara að nýta kerfið sem við höfum. En er það ekki svolítið eins og talað oft í skólakerfinu líka, að það er svo margt gott sem að hefur verið svona ekki beint innleitt, en það hefur verið gerðar taknar ákvarðanir og svo margar góða breytingar, eins og til dæmis varandi inngildingu og jafnrétti og svoleiðis og barnasáttmálan, en síðan vantar það eiginlega mál allra þeirra sem að vinna á vettvangunum, að það vantar fjármagn og það vantar umverulega aðstöðu til þess að, og kannski til þess að innleiða það og virkja eitthvað það sem hefur verið samþykkt. Og ertu að meina eitthvað svoleiðis, að það er einhver ágætis að þú segir kerfið sjálfur sér ágætt? Já, það var ein sem sagt saga sem ég heyrði, það sem að það var verið að byggja nýtt leiksvæði úti á grunnskóla, og það er skólaráð þar sem þú veist, krakkanir í 10. bekk, 9. bekk, einhver nokkrir sem fá að skipuleggja árshátíð eitthvað þar. Og ég var eitthvað að spyrja einn sem í þessu ráði, félag minn, og hvað er að frétta með nýja leikskólan? Þessu, já, þetta var svolítið vesen úti að við vorum eitthvað að spyrjast út í þetta, og þessu, já, við erum búin að tala við alla, sko. Og fólk var mjög ánægt með það hvað þau fóru í mikið samráð, það var að spyrja kennarana, spyrja foreldrana, fóru í einhverja svona, spyrja einhverja sálfræðinga og whatever, og sko krakkarnir sjálfur voru samt aldrei spurðir. Og þau sagði, ok, en til að við krakkana nei, býta af hverju það er ekki eins og foreldrarnir séu að fara að nýta sér þetta. Þannig að vantar bara ráðið var til staðar, samráðsvettvangurinn var til staðar, en það vantaði virkjan, og þeir eru til í flestum stórum sveitarfélögum. Það er líka bara, ef ég hugsa aftur til minnar eigin bernsku og skólagöngu, þá það náttúrulega ekki jaðarsettustu ungmennin sem eru leiðandi í félagsstarfi hvað er best fyrir okkur. Það er yfirleitt, ef að segja, kalla það elítu. Það eru yfirleitt einhverjir svona krakkar sem eru með sterkt félagslegt bakland.
þannig að sko það er svona, þú færir mig til þess að hugsa það að raddir hinna jaðarsettu ungmenna sko, þær eru kannski við erum kannski ekki enn búin að ná að virkja þær eftir margra áratuga umræðu og þrátt fyrir rosalega mörg flott plögg sem hafa verið kvittuð undir sko, en það er náttúrulega ekki bara raddir jaðarsettra ungmenna sem eru ekki tekna nóg vel í reikningin, það er alltaf bara, það er mikill samráðsskortur í íslensku samfélagi bara, þú veist, varandi alls konar jaðarsetta hópa sem að minnir okkur líka á fjölmiðlana því við höfum verið að tala um þetta ég fór að ræða bara út á götu í gær fjölmiðlaflóruna og þá var það svona kom upp þema ítrekað bara að fólk segir það vantar einmitt samræði við sko kennarar, það vantar að tala við kennararna sjálfa, það vantar að tala við þá sem að byggja húsin eða gera þetta eða byggja veginn eða fólki einmitt tala sko land út land sko. Þá dettur mér í huga dæmigerðu við fyrir ekki að ég teka þér orðið, mér dettur í huga dæmigerðu viðtalsþáttur í íslensku fjölmiðli núna væri sko fólk á okkar aldri að tala 23 ára gamalt fólk eins og hann en nú er hann mættur þú ert að tala um það er það sem þarf algjörlega og hérna það er eins og þess að samráð almennt, það er litið á sem einhvern þröskuld í vegi fyrir hvað sem að X kjörin fulltrúi vill ná fram hverju sinni þetta er hérna við erum einhver megin með þetta svona á þetta má þetta hugafar ennþá þetta er ekki hérna ég veit ekki hvort það sé menningarlegt eða eitthvað svona, þú veist, þegar fólk er komið með völd þá einhver megin bara það alveg vill ekki leita svona, hefur svo overtrú á sjálfu sér eða eitthvað, það er einhver megin svona veikleikamerki að fara til fólks og spurja hvað finnst ykkur, ég að gera þetta rétt, viljið þið hafa þetta eitthvað öðruvísi og hérna, sést, þú veist, að spyrja börn ertu að grínast, eða þú veist En ég verð að segja eitt að þú talar um unga fólk eða ekki sama ungt fólk að auðvitað vona maður að þetta attitude gagnvart valdinu hérna breytist með komandi kynslóðum en ég hef ekki endilega fulla trú að því að breytist núna sko með þinni kynslóð eða yngri sko, ég vona það en sko að því að mér finnst og til þess að maður horfður á heimsvísu þá er því miður sko allavega einhver hluti ungs fólks hefur eiginlega finnst mér tóldi skringilega sín á vald þar að segja með uppgangi fasismans í heiminum sko þannig að hérna þetta verða áfram átök heldur það ekki? Þú varst að tala um einangrunum áðan það er klárlega held ég að spila inn í og hérna kallmenn í mínum aldurshópi sem að er einhver megin svona martraðar demografía hérna frjálslindra lýðræðisríkja það er ekki held ég mitt að vita hvernig maður leysir þetta. Ég fór á þungarokstónleika, ég held að ég náði bara losa þetta úr mér í mospetti eða eitthvað, þú veist. Það held ég vantar ég held að fólki vanti meiri samfélag í dag sko. Það er ekki bara eitthvað ungt fólk. Akkurat. En ég man að við hittum, ég sá því fyrst á svona lítilli menningarhátíð á Borðeyri. Jú. Þar sem að þú varst að halda fyrirlestur og ég var líka, við vorum bæði í svona virk þar og vorum bæði að pæli aðferðum til þess að virkja einmitt svona sköpunarkraft og bara fólks og vekjallir umhugsunar. Þú varst þarna með mjög mikla hugveikju hvernig ég kom inn í kyrði alveg og kom svo inn í fyrirlesturinn þinn þar sem þú varst að tala einmitt hvernig mætti svona eiginlega afbyggja valdastruktúra heimsins eða svo leiðis og virkja kannski fólk og ungt fólk og þannig að þér finnst greinilega mikilvægt að vekja ungt fólk til vitundar, er það ekki þá Jú, við erum held ég svolítið meðvirk að vissu leyti valdi, þú veist, við höfum ef að ég er 15 ára og ég vil hafa jákvæð áhrif á umhverfið mitt og er kannski settur í ungmennaráð og og það er ekki hlusta á mig og ég brenn út og allt það þá er ég kannski 18-19 ára strax byrjar að hafa mjög svona mikla
enskorðið alienation. Já, fyrring. Já, ég er orðin frekar fyrtur fyrir völdum, eða þannig að valdhöfum. Og hugtakið hans Karls Marx. Já, þannig að bara við vitnum bara í hann, sko. En ég held að ungt fólk sem að það er svo mikilvægt sérstaklega þegar fólk þegar ungt fólk vill láta sína rödd heyrast, taka þátt í ungmennaráðum eða skipuleggja loftslagsverkfall. Í mann, sko, ég heyri sögur að því þegar verið að skipuleggja loftslagsverkfallið að það voru krakkar voru látni vita að þeir myndu, sko, ekki fá mætingu og það myndi að skráða katan og það myndi ekki líta vel út ef þau færu á þessu mótmæli. Eða þú veist, það var reynt að halda pítsuveislu í einhverjum skólum þannig að þau myndi ekki mæta mótmælin, þannig að vera að koma mjög, þú veist, hvað skilaboð sendir þetta til þeirra þetta eru framtíða kjósendur. Mér langaði að minnast á þessa hátíð vegna þess að fyrir ekki aðeins að rjúfa teóriuna, sko, að því að hún ætlar að koma miðnættið í nótt þá líklega. Nótt Ísadóra Bjarkadóttir ætlar að segja okkur frá einmitt skipulagningu þessarar hátíðar þar sem við hittumst í fyrra, held ég. Hátíðin á Borðeyri og það og á næturvaktinni þá verður þetta alveg frá, held ég, 11 í kvöld, þá verður við svolítið að ræða við ungt fólk og meiris í dag þetta tema svolítið mikilvægi fjölmiðla sem eru svona á jaðrinum og svolítið sjálfsprottnir eða svoleiðis og menningar fyrirbæri þar sem að fólk að gera allt sjálft einhvern veginn, þannig að það verður eitt af þessum temum, þannig að það er gaman að ræða það. Kannski fái að taka örlítinn snúning, kæru áhorfendur og hlustendur, vegna þessara ummæla Oddnýjar að eitt af þemum okkar hér í dagskránni næstu 2 sólarhringa fjölmiðlun og hvaða vægi fjölmiðlun hefur og hvers vegna það skiptir máli að fjölmiðl eins og Samstöðin fái áfram að þrífast og helst að dafna með betri hætti en verið hefur. Við höfum séð fjölmiðla mjög stóra og öfluga fjölmiðla falla úr leik núna á síðustu misserum. Fréttablaðið, sjónvarpsstöðvar eins og Hringbraut og N4. Og það margt sem bendir til þess að sumir þeirra fjölmiðla sem þau eru að neyta akkurat núna í dag, þeir standi mjög veikum fótum. Og hvað yrði okkur ef hér yrði ekki önnur en bara einhver markaðsdrifin auglýsinga fjölmiðlun, ein og sér og svo Ríkisútvarpið. Og í þessu samhengi langar mig aðeins að ræða við ykkur tvö. Þú varst að segja að ykkar ungt fólk vantaði samfélag. Já. Og við heyrum stundum að í seinni tíð hafi orðið svo vending að í stað þess að eitthvað byrja á þá byrjar það núna á ein. Það er einstaklingshyggja en þetta gamla samfélag og þessi svona kollektífa hugsun sem að allir saman út að leika og allt þetta í gamla dag eins og var hjá mér í sveitinni, þetta hefur náttúrulega vikið. Og samstöðin kannski hluti af svarinu, vonum við, og við höfum svolítið verið að fjalla mikið um það sem að byrjar á og mér langar svona aðeins að varpa því til þín. Fylgist þú sjálfur með samstöðinni? Ég byrjar að stilla meira á þetta núna, sko. Þetta við hliðina á Retro á útvarpinu, þannig að ég flakka svolítið á milli, sko. Já. Þannig að ég finnst það bara, þetta er margt gott sem kemur, sko. Já. Og þú hefur nú eitthvað tekið þátt líka í dagskrárgerð hérna? Eitthvað smá, og það var í den tíð, sko. En maður hlakkar alltaf til að sjá hvað kemur næst hjá okkur, sko. Já, var það? Já, þú veist, og svo bara einhver ný verkefni og þú veist, það er alltaf fínt á að putta púlsinum, sko. 17 ára strákur sagði mér að þetta væri svona smá kultfílingur í framhaldsskólanum hans að vitna til samstöðarinnar. Pottþétt. Erum bara hvað? Er þetta í MH eða? Nei, það var ekki MH. Okay. Mér var allavega gaman að finna að svona ungt fólk sem að ég var að tala við og reyna að dobla hingað. Ég þurfti ekkert mikið að dobla, það voru allir svona til í að koma, sko. Það er aðeins erfiðar að biðja fólk að koma, sko, 3:00 nótt. Já, ég meina, hann vakti alla nótt bara til þess að vera hérna. Já, hundinum með eitthvað.
þú, margur heldur mig Sigbjörn, því að þú ert búin eiginlega ljóstur um það að þú svafst ekki mikið í nótt. Sérðu það á heiðan minni? Nei, þú sagði það náðan, en þú verður heldur ekki næturvaktinni. Við María Lilja verðum með næturvaktina hérna. Þannig að en maður finnum bara á mínum aldri þá fólk ekki til í að koma að lesa upp ljóð klukkan 3 sko. Frekar, það vildu eiginlega allir frekar koma á sunnudagsmorgni. Já. Ég ætla að setja shoutout á Ísadóru. Ég ætla að gefa shoutout á Ísadóru. Hvað er sem kemur shoutout. Ég ætla bara svona setja virðingu á nafnið. Já, takk fyrir. Ég kom fyrst, Dóra. Já, við byrjuðum að tala með þess að bara, sko, áður en fyrsti klukkutími líður erum við búin að nefna þannig þessa hátíð sem var mjög skemmtileg og verður aftur í ár þar sem að Já, við erum alltaf að reyna að forðast umfjöllun þetta fyrir hátíðina, sko. Þetta er haldið á afskekktum stað og viðkvæmt samfélag. Ef það er ofmargir sem skilja eftir eina staka plastför, sko, þá það svona náttúru hamfarir, sko, fyrir byggðina. En þetta er rosalega gott, sko. Þetta er geggjuð helgi sem ég ætla ekki að segja hvenær verður, en þetta er frábært, sko. Þetta er rosa gaman. Dóa kannski gefur mér upplýsingar. Já, hún gefur okkur upplýsingar og sjálfsagt ég hugsa að þetta sé nú eins og með margt sem gott er einmitt líka svona neðanjarðar menningarstarfsemi oft og að það þetta er hárfín lína að vilja og talandi elitismann, hann alltaf kemur líka þar sko, þegar þú ert ætlar að höfða til alls almennings og vera á jaðrinum, þegar jaðrin er allt í orðin svolítið svona tekur sér stöðu elítunar að þú upplifir að þú þorir ekki að fara þarna því að ekki bara út á plastflöskur heldur sért ekki nógu töff eða eitthvað sko, ef ég má mæta þá er þetta held ég frekar og búið sko. Nú upplifir þú því að þú sért ekki svona töff ef að fara eitthvað út á sálfræðileg mið hérna í morgunútvarpinu eru ungi kallmenn nógu töff? Það er spurningin sko. En Kjartan Sveinn Guðmundsson við erum að tala um ákveðna upphafningu blóðmörsins á búnaðinum. Ég er á þjóðlegum Þú ert á þjóðlegum nótum. Þetta er hljómsveit með ég stofnaði ungmennar á Kópavogsbæjar ég var einn af stofnmönnum ungmennar Kópavogsbæjar með gítarleikaranum í þessu, ég set virðingu að nafni, það er Haukur Þór Valdimarsson. Þann var hann var 14 ára eða eitthvað þegar hann bjó til þessa hljómsveit. Felst í þessu óskum endurlit? Já. Mér finnst það mjög flottur titill á bandi, Blóðmör. Alveg rosalega flott. Þetta er geggjað band. Og mjög töff og ég verð að segja að þú ert svona mjög töff að vera í þessu ból hérna. Já, en gott að fá þetta í fjölmiðla. Kjartan er töff. Já, Kjartan er töff. En er það ennþá töff að segja einhversi töff? Miðaldra fólk á Samstöðinni segir það. Nei, nú er ég strax orðin kids, sko, nú er ég strax dottin úr. Ok, þetta endist í. Það má ekki nefna. Þetta er fín lína. Þetta er svo fín lína sem er rosalega fín þessi lína. En við erum sammála um það að við þurfum að gera betur hvað varðar okkar besta fólk, okkar unga fólk og þér líst persónulega illa það sem er að gerast þarna fyrir norðan. Já. Og getum við einhvern veginn komið þessu saman heim í einhverjum lokapunkti. Já, ég held að aðalpunkturinn er bara að ungt fólk er ekki, það er ofta eitthvað með láti með svo skrautfjarðir sko, það er stundum sagt eitthvað þið eru framtíðin, við erum nútíðin líka. Já. Við erum hérna. Já, við þurfum ekki að vísa til við þurfum ekki að bíða eitthvað eftir já. Þess vegna er frábært að fá þig. Mjög góður frasi sko. Já, og það er frábært að fá hann. Þetta er stólið líka sko. Við erum núna. Allt er stólið. En þetta er ekki, hann endurspeglar ekki endilega svona okkar gesti þessi 23 ára flotti maður. Við mættum hugsa meira til þess að yngja í okkar aldurshópi og leyfa fleiri ungum röddum. Sko samstöðin hefur alltaf verið opinn vettvangur fyrir dagskrárgerð ungs fólks og hafa komið. Já, og við getum gert betur, það er sem ég er að reyna að segja. Já, ég er þakkláttur fyrir að fá að koma. Já. Ég er mjög þakkláttur fyrir að fá. Ég þakka þér fyrir að koma. Ég vona að sé einhverjir mjög hressir, ungi gaurar á leiðinni einhverja rosalega vakt núna að stilla á samstöðina, einhverjir mennskjálfingar. Vaknaðir eldhressir á lögði. En ertu til í að gera okkur þann greið að fara vel með þig samanber það að þú hefur ekkert sofið í nótt? Þú veist eitthvað að tala um að brenna út á hann? Nei,
Ég bara mæti ferskur í daginn sko, fyrir út með hundinn, hann held ég, já, þetta verður bara... Ertu ekki eldhugi svona? Ertu þú ekki líka ferskur, Björn? Ef við ekki bara... Ef við gera eitthvað saman bara. Ef við ekki bara gera eitthvað saman. Þegar útsendingunum líkur. Já, einmitt. Mér líst vel á það. Sam. Bara tengja kynslóðunar, bara samtal á milli kynslóða. Sam. Já, einmitt, mjög gott. Ef að leifa honum að fara að sofa. Mér finnst bara ekki neitt, mér finnst þú bara ekkert syfjulegur sko. Þú ert bara... Já, þú kannski, mjög... við höfum náttúrulega ekki hist það oft, sko. Nei, ég hef séð í mjög góðum gír og líka núna, það er mjög gott að ræða við ungt fólk og einmitt þetta við erum nú, ert þú að norðan, sagðirðu? Pabbi frá Húsavík, já. En og ég fór í Emma, en það er bara heimavistin, sko, virðing á nafnið, heimavist Emma. Já. Virðing á nafnið, er það ekki frasi sem maður á að reyna til eitthvað sér? Nei, hann er eiginlega úr skoðanabræðurum, sko. Nú, ok. En ég stelu þessu bara líka, ég er að stela allir í dag. En þurfum við að tala um að stela, getur ekki sagt bara við fáum að lána? Ert þú til í að afkynna og kveðja, ég ætla að fara á ná í næsta viðmælanda? Já, afkynna. Já, en ég ætla bara að segja... Kveðja? Og ég kveðja þig, kæri vinur. Já, ég getum ímyndað mér að við getum talað saman bara. Já, sko, það var hægt að hafa þig bara á dagskrá mjög reglulega hérna og ræða vera bara með ýmis subject, þannig ég vona að þú komið nú aftur í spjall og ég vil bara í dagskrárgerð á samstöðunni á svona öðru ungu fólki, eins og segir, það er ekki allt ungt fólk tilbúið til þess að klárum hátíðinni fyrst, sko. Já, ég ætlar að taka þátt í ári líka. Ég mæti í ári, það er 80 ára afmæli stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Sko. Ég með geggjaðan dúndur fyrirlestur. Nú, flott. Á stað sem enginn fær að vita hvar er, á tíma sem enginn fær að vita hvenar er. Við fáum kannski vitað miðnætti, spennan eykst. Spennan eykst. Kjartan Sveinn Guðmundsson, þakka þér fyrir að koma. Takk fyrir komuna. Takk hérlega sem leiðis. Já, bye. Sjáumst fyrir norðan. Já. Og leit mín að næsta viðmælanda hér utan við myndverið skilaði árangri. Hingað er komin Ólafur Hjálmarsson, hann er verkfræðingur og töluverður andans maður. Hann hefur komið hérna nokkur sinnum að Rauða borðinu á samstöðinni og rætt hávaðamengun meðal annars, skotkvelli, Reykjavíkurflugvöll og fleira. Hörpu. Vertu velkominn, Ólafur. Takk. Og nú síðast var ég að reka augun í eitthvað á internetinu syngjandi handrið. Já. Sem er ekki endilega jákvætt, eða hvað? Nei, það er lýðheilsuvá, eins og ég skrifaði. Það er lýðheilsuvá. En fyrst af öllu til hamingju með daginn og til hamingju með átakið. Þakka þér fyrir. Þetta er æðislegt. Er það ekki bara? Jú. Takk fyrir að taka þátt í því. Já, ég er mjög glaður. En þetta með syngjandi handriðin, ég kom fyrst að þessu máli fyrir 2 áratugum. Þá var byggð göngubrú yfir Reykjanesbrautina í Mjódd. Já. Og hún söng svona illa brúin. Já. Og íbúarnir voru alveg að vera brjálaðir, gátu ekki sofið. Já. Og ég var þá að velta fyrir mér hvort þetta væri vindharpa, að vindurinn hreyfði stál rimlana og þeir titruðu eins og strengir. Eða hvort þetta voru opnar orgelpípur á milli þeirra og fóruð passaði nú alveg. En eina lausnin sem ég fann var að stöðva loftströmmin á milli rimlana sem var gert og það þagnaði brúin. Og svo hefur þetta komið nokkrum sinnum til mín og svo gerðist það síðasta haust að Reykjavík síðdegis á bylgjunni var að fjalla draugahljóðið í Laugarneshverfinu. Já, einmitt. Og mér fannst menn svo týndir og heilbrigðiseftirlit hafi mætt á staðinn og vissi ekki neitt í sín haust, þannig að ég sendi á Kristófer. Þetta væri líklega þessi Flatjáðsandri sem væri að syngja svona og hann kallaði mig í þáttinn. Og það var farið í einhverja mótaðisaðgerðir og þetta þagnaði. En svo kom þetta aftur upp núna í rokinu í byrjun júní. Og þá hringdi Kristófer í mig og sagði, er það Ólafur? Já, ert þú ekki svona Ghostbuster? Og þá upphófst umræðan aftur og ég fór og mældi og fekk hljóðupptöku af þessu. Og satt við píanóið var að reyna að finna hvað tónn þetta væri, ég var alveg bilaður á þessu. Sastu við píanóið? Já, og finna tóninn.
sem að þetta syngur hreinum tóni. Gerir hljóðverkfræðingur það? Já. Af hverju þarf að vita hvaða tónn er eða svoleiðis? Til að skilja fyrirbærið. Til að skilja fyrirbærið og ég fekk út að þetta væri 3 B og ég að vinna fyrir Víking Heiðar þannig ég bara undir hann og hann var sammála. Er þetta ekki að grínast? Nei. Og ég er búin að koma að staði núna að þessi flatjárnshandrið eru flauta. Þannig að þetta svo skarpa brúnir að það myndast hvirfill þegar vindurinn fer frá hjá rimlónum og í fyrsta bilinu sveiflast hann út og svo inn þannig að það myndast svona sínusbylgja og þá skildi ég fyrirbærið og skrifaði fræðigrein í tímarit verkfræðinga sem við vantarlega séð núna á Facebook bara til þess að upplýsa að verktakarnir gæti ekki verið bara stikkfrí heldur þeir vera að laga þetta og þeir geta laga þetta með bara setja glerplötu innan við handrið þannig að þetta þannig að Hugrún til dæmis í Reykjavík síðdegi hún býr í lögnarskerfinu, þetta svo óþægilegt og hún þurft að flytja í burtu meðan þetta stóði yfir 3 B. En hvernig er það ekki svoleiðis að einmitt tónar, það fer svolítið eftir það eru sumir tónar sem eru meira ærandi eða svoleiðis, eða það hægt einhvern veginn að finna tón geggjunarinnar er ekki? Jú, alltaf truflandi hljóð sem inniheldur hreinan tón er mjög truflandi og þessi tónn er svo hátt í tónsviðinu, hann er svona rétt hæflega 2000 rið þar sem eyrað hvað næmast og ungbarnagráturinn er þarna mæður geta heyrt í barni sínu gegnum mikinn hávaða af því að það er á þessari tíðni þannig að þetta er mjög óþægilegt og markmið þessara greina sem hún nefnir Björn var að vekja athygli á þessu og hvað væri til lausnar. Ég ætlaði nú ekki að ræða þetta við þig en bara í ljósi þess sem voruð að segja kannastu við draugahljóðið á Akureyri sem var fjallað fyrir nokkrum árum? Já, ég heyrði af því og hafði samband við tæknideildina hann hjá Akureyrarbæ en ég fekk aldrei neina skýringar eða menn voru með hugmyndir að þetta væri mastur í skútu sem syngi svona eins og orgelpípa en ég fekk það aldrei staðfest. Þannig að Þetta var hljóð sem að hélt fyrir íbúum Vöku, minni mig helst niður á Eyri og það var djúpt, því var lýst sem dimmu þungu. Masturðið er langt, þannig að þetta er bara eins og djúp orgelpípa, sko. Þannig að mér fannst það líklegt en ég hafði enga staðfesting á því. Nei. En ég held að það hefði verið einhver annar svona ghostbuster svokallaður sem að fann þetta. Já, mér minnir það, hvort það var Akureyri eða hvort það var fyrir austan. Hljóðverkfræðingur eða rafmagnsverkfræðingur ömurlega sem fann það út sko. Sko einu ástæði þess Ólafur að mér langaði til þess að bjóða þér að verða hér á meðal okkar fyrstu gesta í þessari fyrstu morgun sjónvarps útsendingu er að heimsóknir þínar hingað að Rauðaborðinu þær hafa svona opnað fyrir mér nýjan heim, getum maður sagt. Hvað varðar hljóðvist og hvað varðar sko mér hefur svona skilist á orðum þínum að við séum kannski ekki komin alveg langt í því að hugsa okkar heim út frá því að hljóðvistin verða að vera í lagi eins og nágranna þjóðir og ef ég man rétt þá varstu einhvern tímann hér að fjalla til dæmis hvernig bara húseignir, fasteignir geta fallið í verði ef hljóðheimurinn er slíkur. Gætur aðeins kannski bara svona útskýrt fyrir okkur hvort þetta er réttur skilningur hjá mér, hefur hljóðið og hljóðvistin og þessi heimur sem ég er að nefna, hefur þetta allt setið svolítið á hakanum hjá okkur? Já, það hefur gert það. Það hefur gert það. Ef ég má byrja að segja, ég er byggingaverkfræðingur í grunninn og tók meistarapróf í Danmörku á sínum tíma, bæði í burðarholsverkfræði og hljóðverkfræði og þegar ég kom heim 89 og þá var ég reyðið með á línuhönnun sem að þá var flott verkfræðstofa sem núna er Efla að þá var enginn að borga fyrir hljóðrákjöfum mína þannig að ég fór að hanna brýr og háspennum östur og svo fór ég til Berlínar í 5 ár 1960-2001 og síðan þá hef ég alfarið verið í hljóðinu og ég hef oft velti fyrir mér af hverju ósköpunum var ég að fara úr burðarþolinu í hljóðið af því að í burðarþolinu ertu miklu betur varin að kerfinu kerfið krefst þess að fá burðarþolstekningar það er farið yfir þar en allt það sem ég er að gera í hljóðinu ég sé aldrei neitt að það sé farið í nokkuð skapaðan hlut ég fá aldrei athugasemd en sko
Margrét Silja sem verkefnisstjóri hjá Vegagerðinni og að halda utan svo kortlagningu hávaða sem Evrópskt sambandi krefst. Hún sagði eftir góðum manni á ráðstefnu, sko hávaði í umhverfinu svona smám saman að verða eins og reykingar voru. Já. Fólk meir og meira að vera meðvitað skaðsemina. Og við, sko, það tekur allt svo rosalega langan tíma hérna. En það að koma núna ný reglugerð hávaða sem ég búin að bíða eftir í 2 áratugi. Ég hef verið eins og hrópandinn í eyðimörkinni. Og þess vegna var svo gaman að koma til þín, Björn, að því að það loksins fekk rödd mín vængi, skiljiði. Ég skrifaði grein eftir grein og það svarar enginn. En núna að koma ný reglugerð hávaða og þar meðal annars tekin fyrir skotsvæðin, aksturs íþróttarsvæðin, vindmyllurnar. Og sem var bara miklar deilur búin að vera út af en engar almennilega reglur. Og ég hef verið í minni ráðgjöf að vísa í sænskar reglur en lögfræðingarnir í kerfinu segja að þær hafi ekki lagastoð. Þannig að þetta kemur með hraða sníðilsins. En það sem að mér þykir vænt að fá tækifæri til að koma í fjölmiðla að vekja athygli almennings á málinu. Því að það þannig á Íslandi að það ekkert nema almenningu sem breytir hlutum. Það ekki fyrir að koma full meðvitund í almenningi, þá fer að gerast eitthvað. Og þarna við beint að tala áhrifamátt fjölmiðla. Já, ekki spurning. Einmitt. Og að því að eitt af spurningunum sem þú komst til mér, Björn, hérna, áður ég kom hérna, var hérna sín mín á samstöðina og fjölmiðla. Já, mér langaði svona til þess að heyra hvað finnst okkur. Sko, eins og ég segi, ég var 5 ár í Berlín og ég var hálft ár í tækniháskólanum bara að læra þýsku hjá frábærum manni sem var doktor í þýskum bókmenntum og heimspeki og rosalega fróður maður og kendi mér rosalega margt og þar á meðal die drei Weisheiten, hérna 3 kennisetningar Humboldt von Humboldt sem Humboldt háskóli heitir eftir sem var menntunarráðgjafi Friðriks mikla. Og það sem Humboldt lagði upp með, það var í frei für alle, sem sagt, að allir ættu að komast í æðri menntun, óháð efnahag, sem þetta ekki bara elítan. Það var einheit von Forschung und Lehre, sem sagt, sá sem rannsakar á að kenna. Það fáránlegt að eyða opinberu fé í rannsóknir ef þetta fer bara í skúfunni hjá prófessor. Við eigum að fá að vita þetta vegna þess að það sem að þekkingin vex bara með að deilinni. Upplýsingarnar bara vaksa og það kemur eitthvað gott út úr því. Og 3. kennisetningin var þessi háskólamenntunin á að vera algjörlega óháð ríkinu sem fjármagnar og hagsmunaaðilum á markaði. Og þetta, ég sé þetta í samstöðinni að þið eru óháð og þið með hvert spjallhattinum öðrum þar sem menn ég vil bara skiptum skoðun í viðtalinu og það frábært í alvöru, það þvílíkur þroski. Það gaman þegar svoleiðis gerist og maður sjálfur skiptur sem spyrjandi bara maður komin bara á allt annað stað í lok viðtals. Nákvæmlega. Það annað, þakkaði fyrir þessi jákvæðu orð, Ólafur. Það annað sem mjög svolítið skemmtilegt hér, síðan ég hóf störf hér, að við erum mjög ofta að kalla til fólks, að kalla til samtals við okkur, fólk sem við erum ósammála. Stundum mjög ósammála. Stundum köllum við fólk hér á Rauðaborðinu af því að við erum svo ósammála því. Við viljum fá að vita aðeins meira. Hvað þessi að hugsa? Og við höfum svolítið talað, við höfum heyrt svolítið mikið talað það að þessi meginstraums fjölmiðlun eða mainstream media, hún sé svolítið með svona settlegan panel og þetta sama fólkið sem kemur aftur og aftur, þú veist nákvæmlega hvað það mun segja og það ekkert sem kemur óvart í samræðinni og þá þarf alltaf, þetta svona fyrirsjáanleiki og áreiðanleiki sem þarf að vera þetta þarf alltaf að fljóta, bara óbúslega smúð en svo pælur þið býtu, hvað verið að segja? Var verið að segja eitthvað? Það nákvæmlega þetta sem að ég svo þakklátt yfir samstöðuna eins og oft í Kastljósi, það skammtað 10 mínútur í eitthvað tema og þetta bara á yfirborðinu. Já, morfískeppni, Morfís, já. Það kemur upp í huga núna hann blessaði kallinn, hann Jónas Sen, hann oft svo meiðandi í kritíksinni og núna söngfélaginn daginn og Carmina Burana og þetta var tekið til umfjöllunar í Kastljósi
og það var nú meiri fróðan. Hefði þurft klukkutíma? Já, og líka Fékk bara 6 þessi mínútur. viðmælendur voru ekki nógu góðir vegna þess að ég er kórsöngvari frá 85 í Dómkórnum og hérna, ég er ekki að kvenka mig við gagnrýni, en ég vil hún sé málefnaleg og að tala að stjórnandi sé eins og geimfari í lausu lofti er bara meiðandi, skiljiði. Þú getur sagt að þú sett ekki alveg nú ánægð, þetta hafi ekki náttúrulega skerpa í stjórnunin eitthvað slíkt, en maður á að vanda sig. En hann nú samt, ég verð nú að segja að Jónas Sen, ég ætla nú að hann er skarpur penni og skemmtilegur. Já, og hann fer á flug, hann er svolítið eins og geimfari bara í... Já, þetta er nákvæmlega, sko, en sko, bestur er maður í að gera greina sjálfum sér en ekki öðrum, sko. Já, en það eins og þú segir, þetta einhver kemur fram með eitthvað, síðan er ein umræð og svo er því lokið. Já. Og þá einhvern veginn bara eins og stirðnar sko, umræðan þar eða verður eins og einhver dómur í staðin, auðvitað ekki hægt að halda áfram að tala öll mál, sko, þetta fer áfram hérna færibandið, en það er þetta einmitt eins og þú ert að segja með þessa hugsjón, þýsku hugsjón Humboldt að fræðin og háskólarnir eða þeir sem er að mennta sig að þeir miðliði þessi miðlun áfram og það er kannski það sem oft rofnar, er það ekki þannig að það sem er verið að tala og er miðla, það er svo einhver svona steingervingar einhverjir gamlir, það er einhver gömul þekking jafnvel, þannig að ný þekking sem er að búa til nær ekki inn í umræðinu, sko, og menn eru að það er ekki nógu svona, og það er það sem við höfum verið að reyna að gera hérna líka, að fá fólk mitt, sko, úr fræðasamfélaginu til að koma, því að fólk er oft svolítið, hvað er það, ég segi ekki skemmt, en það er svolítið hrætt við að segja eitthvað vitlaust af því að það er kannski einmitt ef þú færð bara 5 mínútur til að segja eitthvað og færð síðan ekki að koma aftur eða leiðrétta það þannig að þá er það svolítið þá er þetta svona eins og einhver dómstóll þannig að það skiptir svolítið máli að þú sem hvað heitir það, sérfræðingur vitir að þú getur komið aftur og ég vil sagt, ég sagði þetta daginn, nú ætlum ég að segja það aftur eða ég vil hérna í þessu spjalli að þú getur leiðrétt eða svona áréttað eitthvað og mér finnst þú Ólafur ákveðin fyrirmynd sko í því að þú ert sérfræðingur, þú ert borgaralegur maður, þú ert verkfræðingur þú þorir eiga síður að gagnrýna, þú ert ekki smeykur við að þér verði refsað með þeim hætti af kerfinu vinur er til vams segir nú einhvers staðar þú ert ekki smeykur við afleiðingarnar eða kannski ertu smeykur en þú hefur allavega nægilegt hugur ekki til þess að þora að gagnrýna kerfin sem að þér finnst ekki vera nógu góð meðal annars hávaðamælingar, hljóðmengun og fleira hvað er það sem að veitir þér þann styrk umfram svo marga viðmælendur okkar hér sem að hvísla kannski að okkur fyrir eða eftir viðtöl ég hef nú ekki átt að segja þetta ég þori ekki að segja þetta vegna þess að ef ég myndi gera þetta þá myndi fara svona fyrir mér sko ég er náttúrulega mjög sérstakur maður en ég hef bara einhvern veginn sagt í gegnum lífið ef ég stend með sjálfu mér þá er alveg saman hvernig allt fer og ég hef fengið spörk frá kerfinu fyrir að opinbera skoðanir mínar til dæmis eins og 2 lesbókagreinir Hörpu seinni greinin birtist á laugardegi í lesbókinni og ég var að vinna mjög mikilvæg verkefni fyrir Skipulagsstofnun sem var hljóðvist í umhverfi barna sem engin annar var að sinna og mér var sparkað á mánudegi það var bara þannig þannig að þöggun, þú þekkir hana vel í íslensku samfélagi var ég bara sparkað úr starfinu? Já, sem sagt þetta var þannig þetta var verkefnaráðið sko og ég hafði farið á ráðstefnu í Kaupmannahöfn til þess að kynna mig máli betur og fyrirtæki mitt borgaði helmingin og ég vonaðist til að Skipulagsstofnun borgaði hinn helmingin og þetta var mjög ódýr ráðgjöf en það yfirskinni var að þetta var orðið á dýrt og þetta var einhver 100 skallar og glæpurðin var sá að þú vildir vara við því að hljóðhönnun í Eldborg að hún var ekki nógu góð og ég er sko ég var tíma sko forseti Norrænu hljóðfræðisamtakana og ræddi mikið við kollega mína þessa artekmenn sem að Askenasi benti á sem hljóðhönnuðu Hörpu og ég var að vara við og á hönnunartíma og það var ekkert hlustað á mig og núna náttúrulega eins og eftir þáttinn okkar Björn hérna í janúar að þú bauðst Hörpu að koma og mótmæla því sem ég sagði hér en þau sá ekki ástæðu til þess það væri bara rétt sem ég sagði, þetta er ekki nógu gott Já
En þetta þannig að þetta svoleiðis að hljóðvist, kallast það ekki, hljóðvist, jú. Já, hljóðvist, að hún álitin svona eins og lúxusvandamál. Það að segja að þú talaður burðarþol, að það eitthvað svona, það auðvitað númer 1 að hús standi og hrynji ekki næsta jarðskjálfta, þannig að það kannski svona í forgangsröðinni sett framar og svo hitt, það fer svona eins og með fagurfræði hvort að húsi fallegt eða ljótt, það svona aukaadriði og hljóðvist líka sett svona sem jafnvel aftar en fegurðin eða hvað. Sko, já, ég veit, jú, það það vegna þess að arkitektinn í rauninni að jafnaði valdamesta persónan í hönnunarhópnum. Svona oft nátengdastur verkkauparum sjálfum. Og oftengdur. Oft oftengdur, já, nákvæmlega. En sem sagt, lögfræðingarnir í kerfinu vilja ekki lögvotta hljóðhönnuði. Þannig að við erum alveg óvarðir, það getur hver sem komið í okkar störf í sjálfu sér. Og það núna krafa greinagerði vegna hljóðvistar fyrir fjölbýlishús og skóla og leikskóla. Og það eru dæmi það að það hafa bara hefur verið fólk sem hefur ekki þekkingu sem gert það. En raunveruleikinni sá að þetta ekki bara lúxusvandamál eða svoleiðis, vond hljóðvist ekki lúxusvandamál, heldur beinlínis einmitt getur verið svo mikið lýðheilsumál en þetta eitt af því þú verður fólk verður að upplifa sjálft að geta ekki sofið og það þarf að fara út í svona þær öfgar að fólk sé bara ærast yfir skotkvellu með öðru til þess að átta sig á að þetta alvöru mál og kannski átta sig á því að það skiptir líka máli aðeins í ekki eins alvarlegu samhengi að það kannski skiptir máli með þar sem börn koma saman að það sé ekki, eða bara allir, að það sé ekki svona ærandi, þú veist það að segja áður en það verður beinlínis hættulegt að þá geta það skipt miklu máli hvað líða, rannsóknin sína það eða hvað? Já. En mér langar að segja svona söguna að það bæði höfuðstöðvar Orkuveitunnar upp á Höfða, Bæjarhálsi og höfuðstöðvar erfðagreiningar í Sturlugötu 9 voru hannaðar og byggðar þarna í kringum aldamótin og það var rifist í heilt ár hvort það ætti að koma hljóðhönnuður af verkinu. Sú niðurstaða fékkst og þá var rifist hvort það ætti að vera verkkaupin eða arkitektin sem borgaði mér. Í báðum tilvikum var það verkkaupin sem borgaði mér og Hjörleifur Stefánsson, sá flotti arkitekt og bróðir Kára, var hönnunar og byggingarstjóri og hann var skítrættur við þessu ákvörðun að þetta myndi hleypa öllum kostnaði upp úr öllu valdi að hafa hljóðhönnu. Þannig að hann fylgdist mjög vel með kostnaði þess sem ég var að leggja til. Og niðurstaðan var svo að þetta voru 30 milljónir af 3 milljörðum. Það var 1%. Og munaði öllu. Og það, og þetta á staðargráðunni 1-3%. Þarna var það heldur lægra því að þeir voru að kaupa svo mikið dýra tækjabúnað. En það var mjög gaman fyrir mig eftir á þegar að erfðagreiningun óx svo rosalega hratt þarna aldamótin. Og þau voru með skrifstofuhúsnæði í Vestmiðum upp á Höfða og fólki í mjög vondum aðstæðum. Og þetta voru mjög falleg hús eins og þau hafi mögulega séð þarna. En það fyrsta sem fólki tók eftir þegar kom var gott hljóð í húsinu. Ég kom einu sinni í framhaldsskóla og það fyrsta sem ég tók eftir var hvað hljóðustum var góð. Ég veit ekki hvort það var tilviljun eða planað. Það var framhaldsskólan í Mosfellsbæ. Já. Hefurðu komið þangað inn? Ég hef ekki komið þar inn en ég hef heyrt þetta og þetta var kollegar mínir á Æblu held ég sem að hannuðu þetta. Já, var það? Og það hefur tekist bara mjög vel. Já. Og með því að maður eldist þá breytist náttúrulega allt hérna í eyrunum á manni. Og stundum maður komin inn í einhvern sal þar sem er þessi ofboðslegi gjallandi og maður eiginlega bara greinir ekki á millirata og heyrir ekki neitt. En í öðrum rýmum þá þetta ekkert vandamál þannig að það er ekki síst þegar við þegar árin færast yfir sem þetta virðist hafa bara allt að segja. Heyrnin hún daprast með aldrinum og efra tíðnisviðið fyrst. Og það þýðir að skilin á milli orða, samhljóðarnir laglínan í tungumálinu, sérhljóðarnir hjá okkur köllunum svona megin þunga kringum 250 rið, 500 rið hjá konunum, svona tvístyrka sé, svona 800 ofar og svo samhljóðin og skil á milli orða eru hátíðnihljóð svona 2-4.000 rið. Og það sem gerist með aldrinum er að efra tíðnisviðið daprast eins og ég segi og þá fer að verða erfiðar að greina á milli orða. Og fyrir eldra fólk eða fólk sem fara að daprast heyrn þá
þá eru náttúrulega samkvæmi í vondum húsum alveg skelfileg. Þau heyri ekki neitt, skilji ekki neitt. Þannig að, en það sem að sko góð hljóðhönnun gengur út á, og ég svolítið hissa, ég hef hvergi rekist á það í heimslitteratúrnum, það að tryggja sem jafnastan hljóm yfir tónsviðið í viðkomandi rými. Þetta mælt í svokölluðum ómtíma og ef að hljómurinn alveg jafn yfir tónsviðið, þá bjagar rýmið ekkert. Þá heyrist röddin mín eins í metrisfjarlægð eins og þvert yfir rýmið. Og þið þekki hvernig þetta í Hallgrímskirkju, hvernig hún dökklitar, það svo rosalega langur bassarhljómur. Og við heyrum í mynstri, af því við höfum ekki reiknigetu til að taka millisekundu fyrir millisekundar hljóði, þannig að í mynstrinu heyrum við og þekkjum við orðið og þekkjum hver talar. Og ef að húsnæðið gott, þá þetta mynstur alveg ótruflað og upplýsingaupptakan algjörlega áreynslulaus. En leið og við komum í slæmar aðstæður, þá förum við að nota heilan og gagnabankan okkar og máta það mynstur sem við heyrum við mynstur sem við þekkjum í heilanum og við verðum þreytt á augabragði. Má ég aðeins spyrja þig, að þú miðlar þessu á sko svona ljóðrænan og fallegan hátt og svona eins og maður skilur það þegar þú ert að tala að maður heyri í mynstrum, er það í fæinu þínu, er það svona einhvern veginn praktikinn og póesían saman, eða er það að því að kennari þinn þarna var heimsbyggingur og bókmenntamæður í Þýskalandi heldur eða þú bara svona ljóðræð líka kannski? Þetta frábær spurning. Já, þetta mjög góð spurning. Sko, það sem ég að lýsa hér algjörlega upp úr mér sjálfum. Þetta kemur bara frá almættinu, sko. Þetta bara leið mín til að útskýra. Þetta var ekki talað þetta svona í náminu. Nei, ég skil. Og ég hef hvergi séð það á prenti að við heyrim í mynstri. En það eina rökrætta skýringi sem ég finn hvernig við getum náð svona miklum upplýsingu á svona sköpum tíma. Já. Þess vegna svo gaman að spjalla við mann eins og Ólaf af því að hann bæði skapandi og notar einmitt svo fallegt tungutak en að tala lógík, hérna vísinda maður. Eitt þema sem mun koma hérna svolítið held ég í maraþoninu, það einmitt svona tengsl sko fræðandi miðlunar og skapandi miðlunar. Þetta algjörlega í anda von Humboldt, sá sem rannsakar, hann á að kenna. Við eigum að skila þekkingun áfram. Og hann, doktor Gerhard Janke, sem kendi með þýskuna, hann var humanisti, náttúrulega eins og ég segi ykkur með menntun sína, en hann var svo metnaðarfullur, hann var að kenna okkur náttúruvísindin með augum humanistans. Og það var ég hef aldrei lært jafn mikið á hálfu ári eins og hjá honum. Það var alveg meira háttar. Og hann nefndi einu sinni við okkur að við getum skipt heiminum í þrennt. Það efnisheimurinn, það efnið, það orkan og það upplýsingarnar. Og ef af efni eða orku tekið þá minkar það. En upplýsingarnar einstakar því að það minka ekki tó af því sem tekið. Og þess vegna segi þetta með prófessorana sem að rannsaka og stinga öllun í skúffu. Þetta svo mikið synd. Og ég svona Björn tvíburabróðir minn barnageðlæknir á Bugl og hann svolítið að ala mig upp af því að ég hef lent í því allnokkru sinnum að það stólið hugverkum mínum. Ég sendi athugasemdir við íslenskan staðal og það var ekkert hlustað á mig og svo bara var maður þannig í vinnuhópnum að hann birti grafið mitt á hljóðrásöfni í Stokkólmi á þess að biðja leyfi, sko. Og ég var rosa sár og reiður. Núna ég miklu slakari gagnvart þessu. Þetta bara megi bara allir nota það sem kemur út mínu munni ef það eitthvað gagn í því, sko. Þú veist, það bara þannig. Já, þetta náttúrulega fín lína með svona hugverka réttur og þetta að vilja bara miðla áfram og gefa einmitt hugmyndirna bara áfram og hafa þetta í flæði, sko. Og ég var í hlutverki Reyða Karlsins þarna og skrifaði bréf út allan bæ og til vinnuveitenda þessa viðkomandi en núna ger ég það ekki. En það náttúrulega samt kannski stundum af vondri reynslu að því að það allt í lagi ef að hugmyndirnar eru notaðar á uppbyggilegan máta en ef að kannski hugmyndirnar væru notaðar sko til illra verka eða til að réttlæta eitthvað sem þér þetta slæmt þá náttúrulega ágætt að eiga þennan rétt eða vita eitthvað þennan rétt. Og það var nákvæmlega þannig að ég var búin að setja upp þarna graf og hann var búin að klúðra því maðurinn algjörlega. Hann vildi meina, þú veist, þetta var spurningi hvernig hljómlengd á að vera tengd rými, sem sagt stærð rúmmálsrýmis
og þetta Lothar Kremer sem mesti postuli sem upp hefur verið í hljóðfræðanum. Ég rétt mista af honum í Berlín, hann var nýdáinn 3 árum áður en ég kom, en hann sem sagt var bara leið út líkingar og ég var að byggja á hans þekkingu og það þýddi þá að það þurfti að taka 700 rót af einhverju stærð, en þessi blessaði maður hann breytti þessi í kvadratrót sem gerði þetta algjöru rugli sko. En ég held að hafa mist okkur rótni í pínlítið sko, í 700 rótinni og mununum á henni og kvadratrótinni. En ég meina, við þurfum ekki að vera hrætt við þetta á reiknivélinni. Þú fórst alveg yfir mörg póesíur og þetta hjá mér sko. Já, fórst þarna aðeins undir póesíur. En þú verður náttúrulega að geta höfða til einmitt og bara fólk fyrir á ýmsum stað og ýmsum rófum og sumir einmitt fíla betra heyrum munstur heldur en kvadratrót og svona. Já, en þið þekkið þessi hugtök. Já, en mér finnst frábært sko að stundum lít ég bara á mitt helsta hlutverk sem fjölmiðlamanns sem svo að ég sé í alþýðu fræðslu. Já. Og mér finnst hérna mjög ég tek undir með Oddnýju að þú færir þetta allt yfir á mannamál og það skiptir mjög miklu máli og við reynum það alla daga hér að taka mjög flókin raunveruleika og pakka honum inn í eitthvað sem maður getur kallað mannamál. Eitthvað sem hægt að þýða fyrir alla hópa. Mér finnst það svolítið erfitt svona krafa að tala mannamál, eða þessi krafa að tala mannamál. Þú kemur svolítið úr annar átt en ég er náttúrulega blaðamaður og búin að vera sko fréttamaður allt mitt líf, þannig að ég hef kannski aðeins meiri svona, við komum úr svolítið ólíkum áttum. Menningarumræða má kannski vera. Já, en mér finnst bara stundum bara svo dýramál, myndi ég bara, eða bara sem sagt eitthvað, jú, mannamál, auðvitað góð, en ég hugsa ofta mitt bara dýramál, að það að segja, höfða líka til einhver svona skynsviðs eða einhver svona sem að við áttum okkur ekki á að skipti máli og jú, eða samt, nú er ég snú út úr, en raunverulega skilar fyrir ekki að ég skuli snú út úr, tala mannamáli, það er það sem það að segja, að skilja, að höfða til eða, og hérna, það er bara fólk skilur samt, sko, meðtekur upplýsingar á svo ótrúlega ólíkan máta, þannig að mér finnst alltaf svo gott að ég byrja fá kannski marga borðinu sem tjá sig ólíkan máta En það sem ég langar að segja í þessu, sko, auðvitað á maður að tala íslensku. Og pappi okkar Hjalmar Ólafsson heitinn, hann var rosalega duglegur í að hvetja okkur til að læra vel íslensku og tala gott mál. Hér er komin fyrirgefið. Og ef maður getur verið óhræddur þá verður maður að stíga til leiks óhræddur. Já, nákvæmlega. En það sem ég langar að segja, sko, maður má samt ekki falla í þá gryfju að ofur einfalda. Tökum sem dæmi Bandaríkjamenn sko að því að pi hefur svo marga aukastafi sem hlutfallið á milli þvermáls og ummálsrings er 3,14 eitthvað svoleiðis. Bandaríkjamenn voru með þá hugmynd að þetta væri svo leiðilegt að munna þessu aukastafi og skilgreinar pi sem 4 og það þýðir náttúrulega bara að þú reiknar aldrei rétt skiljið, þannig að maður má ekki fara í að einfalda svo mikið að merkingin tapist. Nei. En svona til þess að bara eins og kannski einhvern veginn að jarðbinda okkur hérna í þessari útsettingu kannt þú utan að þessa pi-runu orða? Ég kann einhverja 7-8 aukastafi pi. Já. Þú lætur það duga? Já, en þetta á reiknivélinni sko, þannig að Já. Við þurfum ekkert eitthvað, þú mæla ekkert með því að við svona Nei, ég meina leggjum þetta minnið. Já, kannski ég hringi ykkur á mátarsmorgun og hlýði ykkur yfir. Það er gott, en hér er komin sko nýr gestur til okkar, Sumarliði Íslefsson, sagfræðingur. Ef að kveðja Ólaf áður en við eða ef Ólafur ekki flýta sér, getum við kannski bara vita hvernig ég hef tíma. Viltu setja áfram? Já, þú varst bara búið að myndi það. Þú leggur kannski eitthvað til málana. En svo máttu bara, sem sagt, fara á þú þarft ekki að sitja hérna, sem sagt, alveg. Þið stýrið þessu. Þakkaði kærlega fyrir að Já, kæra þakkir fyrir þetta, Ólafur. Þetta var mjög áhugavert. Það er bara svo margar spurningar hérna hljóðvistina og tónheilunin og ég veit ekki bara, og þakkaði líka bara fyrir hlýlega orðum samstöðuna og ég vona að þú sért bara með okkur í því liði að hérna finna fleiri áskriftir því að fyrirtækið mitt styrti ykkur nú lítil ræði og ég er svona alltaf sjálfur að gerast áskrifandi og ég er að hvetja bróður minn til þess að gera það líka. Gaman að heyra. Því það er ekki nóg bara að hrósa, maður verður líka orðum verið að fylgja athafnir sko. Já. Þá kannski ágætt að við förum yfir það hvernig maður verður áskrifandi á samstöðinni. Maður fer inn á vefslóðina samstöðin.is og þar er flipi sem að er merktur áskrift
og þar hægt að haka við og mánaðargjaldið aðeins 2.750 krónur sem við Oddný reyndum á eigin skinnu daginn að andvirði háls hamborgara í miðborg Reykjavíkur. Það ekki meira. Já, það nú það. En sumarliðið, þú þakkaði fyrir að koma. Komstu alla leið úr dölunum? Ekki í morgun, nei, sem betur fer, sko. Þá þarf maður að leggja af klukkan 4. Nei, ég kom í gær. Já. Ég fann þetta einhvern veginn á mér að þau myndu hóa í mig, sko. Já, takk fyrir. Já, ég var svona að velta fyrir mig hvort að þú myndir kannski koma á næturvaktina og með unga fólkinu en sko, svo fann ég á mér að væri kannski betra að þú kemur bara á morgunvaktina. Já, sko, það svona kemur að því að það hentar fólki að betur að vera snemma á morgnana heldur en á nóttunni, sko. Já, það eitthvað sem gerist. Og mér langaði nefnilega bæði að koma vegna útgáfu þessara bókar sem að þú komst hérna með, sé ég. Já, þetta bók sem að getur þú kannski sýnt hana sýnt þeim sem að horfa og ég reyna að lesa þá titil. Já, getur við, hvernig á ég snúinni svona einhvern veginn? Ekki þessa myndi vel hérna? Já. Hún heitir Iceland and Greenland. Já. Aðeins erfitt að lesa þetta kannski. A Millennium of Perceptions. Vá, það flottur undirtitill. Já, þetta heilmikið. Getur við þýtt þetta svona lauslega? Já, það sem sagt þannig að við velt með fyrir hlutan af þessu Ísland og Grænland, síðan það sem sagt viðtökur í 1000 ár. Það bókin fjallar sem sagt hvernig umheimurinn hefur fjallað Ísland og Grænland. Já, einlega frá upphafi, frá því að byrjað að fjalla þessu lönd svona á 11. öld. Eða svo og alveg þangað til fyrir fáum árum síðan. Og við töluðum þegar ég ræddi við þig, mannst ekki í síman, þá varstu í Kaupmannahöfn held ég, þá var ég að spyrja þig hvernig svo tilfinning væri að hafa verið svona eins og fræðimaður einmitt sem að var að ræða eitthvað jaðarsvið og allt í einu að vera með sérfræði þekkingu sem væri svona í brennidepli. Já, einmitt. Já, þetta bara stundum þannig að maður hittir á, sko, sko, ég minnist nú, ég nefna Gunnar Þór Bjarnason, vinn minn sem að í miðju COVID gaf út bók spænskuveikina. Já. Og þetta bara kemur inn í umræðuna Grænland sem að allt líkjandi núna. Já. Og maður veit svo sem ekkert alveg hvernig fer eða hvernig endar. Hann var akkurat að segja okkur frá, hann lærði í Þýskalandi og þar sem þessi áhersla Humboldts á að fræðafólk miðlaði þekkingu sinni. Já. Kannski ekki endilega jafn óðum en allavega það væri svona ætti sér staðstöðu miðlun. Já, það bara lykilatriði til þess erum við. Já. Sem að sinnum fræðum. En mér langaði til að spyrja það, finnst þér sko núna þegar að þú þú hefur verið að rannsaka þetta svið, svo Grænland, pæli Grænlandi í mörg ár. Já, Íslandi og Grænlandi þar segja þessum viðhorfum utanfrá. Já. Og kannski við byrjum að segja okkur aðeins frá því kannski nánar aðeins, en mér langaði núna finnst þér vera hlustað á, að því við erum að tala það sem við talum út frá hljóðverkfræðinni, það alltaf þessi svona áhersla á núna verðum við að gera þetta, nú þetta mikilvægast og svo seinna getum við fengið þessar upplýsingar. Þessar upplýsingar eru svona auka upplýsingar eða þannig. Við þurfum ekki að fá þessar upplýsingar bara til þess að taka þessar ákvarðanir þurfum við þessar. Og þá ég velta fyrir mér og fræðin hafa náttúrulega oft lent í því. Stundum það fræðafólk sem vill koma sinni upplýsingum á framfæri virkilega, en það ekki hlustað. Það sagt þetta nú bara eitthvað pjátur. Finnst þér vera eins og núna sé verið að hlusta á þig og ykkur sem hafa verið að spá í merkingu eða stöðu Grænlands? Það auðvitað veruleg breyting. Bókin þetta eins og þýðing
og það svo ég nefni nú bara hinn ágæta þýðanda sem sem sagt Julian Meldon Darcy, hann þýðir bókina. Hann stór og sem sagt forverinn sem að hér ég gaf út 2020 í miðju COVID reyndar. Það var ekkit auðvelt að kynna hana auðvitað vegna þess bara hvernig ástandið var en svo kannski líka bara vegna þess að fólk kveikti ekkert endilega á þessu efni sjáðu. Það var bara þannig og Grænland hefur svona lengst af verið aukasetning á Íslandi þó að auðvitað hafi athyglin aukist, samskiptin og samstarfið við Grænland hefur aukist náttúrulega alveg gríðarlega á undanförnum einhverjum 40 árum eða svo en einhvern veginn þá hefur Grænland samt svona, finnst mér í hugum fólks hér á landi verið en skrítið og það verið mjög smátt og svona og þegar maður talar næstu nágrannar okkar eru samsagt fólki sem býr á Austur-Grænlandi og það ekkit rosalega langt þannig yfir, þetta einhverjir 200 kilometrar eða ég man það ekki alveg og einhverjir segja að þetta sjá til Austur-Grænland sem það stendur upp á hæstu fjöllum á Vestfjörðum ég hef ekki séð það getur vel verið að það sé hægt en yfirleitt fólk veit eiginlega ekki hvað þessi bæir heita en staðan samt þessi samsagt að sko næstu bæir þá getum við hugsað Skorpiðsund sem býsna langt í norðri austarlega þar eru næstu bæir eiginlega bara Ísafjörður, Siglufjörður og Akureyri Já, þetta stórmerkilegt og svo nú annað sem að ég stundum nefnt líka og þegar fólk hugsar Austur-Grænland þetta náttúrulega alveg gífurlegar vegalengdir en þarna búa hvað, það eru kannski svona 6.000 manns í öllu Austur-Grænlandi Má ég aðeins koma inn í þetta? Já. Ég svo glaður sumarliði með þessa bók að því að pabbi minn var formaður Norrænafélagsins á Íslandi í allmörg ár, Hjálmar Ólafsson Já, og hann var rosalegu talsmaður norræna samvinnu einmitt og hann fór til Grænlands og fekk gefna fekk á virðingu að fá ísbjarnarkúpu, höfukúpu sem mesta virðing sem maður gat fengið og hann var mikill talsmaður þess að við færum nú að sinna þessu nágrannum okkar bæði á Grænlandi og í Færeyjum Ef ég má vera bara svolítið banall sjálfur það bara að gera að vera það og skýra fyrir ykkur af hverju ég hef ekki enn heimsótt Grænland og ástæðan mjög einföld Mér finnst kuldinn hálfgett vandamál á Íslandi. Ég ólst upp í Mývatnssveit í 30 stiga frosti. Já. Okkur var bara mjög oft kalt í bernsku. Já. Af hverju ætti ég að fara í einhverja átt? Það sem enn kaldar en á Íslandi. Já, og ætla að sé ekki ansi margir Íslendingar sem að hugsi þetta. Já, já. Þú myndið þá seint fá þarna ísbjarnar hauskúpuna. Nei, ég myndi aldrei fá hann. Já, sko, það kannski aðeins mískilningur í þessu. Er það? Já, ef þú fer til Suður Grænlands að sumri til að þá held ég að þú sko þá verður þér bara alls ekkert kalt. Já. Ég var að endur sko þetta. Og svo svo þetta líka bara spurning og klæðaburð, það að kaupa sér góða dúr. Já, svo það líka já, sko þessi mannskapur fyrir norðan, hann lærði nú alveg að klæða sig. Við gerðum það alveg í Fnjóskadalnum, sko. Nú, ertu ættar á Fnjóskadal? Já. En sko sumarlega, þú eiginlega fórst nú í gegnum það og það hefur komið fram í þínum rannsóknum að þetta ekki bara spurningum óttan við kuldan eða jafnvel moskítuflugur eða hvaðina eða ísbirni, náttúrulega, sumir óttast ísbirnina en það einhvers konar svona, þú hefur náttúrulega sett þetta í samhengi við svona nýlendu pælingar og svona hugarfarar það ekki Íslendinga vilja kannski ekki setja sig tengjast of mikið Grænlandi og færi kannski til þess að vera ekki
að Íslendingar hafa ekki séð þessum styrk að tengjast í norðrinu og eins og pabbi þinn sá þessa norrænu samvinnu sko, heldur að það myndi á einhvern nátt draga Íslendinga niður bekk eða þannig og Íslendingar vilji frekar setja sig svona vera í hópi nýlendu herrana eða þannig. Þetta eitthvað vitlaust hjá mér? Nei, þetta bara alveg hárrétt hjá þér að það kannski þetta sem og sem að kemur fram í þessum bókum og greinum sem að ég hef skrifað þetta efni að lengst af lítur umheimurinn á þetta svæði sem eitt. Það að segja Ísland, Grænland, nyrsta hluta Skandinavíu og þess vegna nyrsta hluta Ameríku. Og það það sem að Íslandingar að berjast við alveg eiginlega bara frá í öndverðu að láta umheiminn vita af því að við erum ekki hluti af þessum heimi. Og þetta sko, maður sér þessa viðleitni kannski alveg til samtímans en þetta alveg sérstaklega áberandi svona fram 1980. Vá. Þá svona fara við þurfum að breytast af alls konar ástæðum og það kannski ekki síst pólitískar ástæður sem valda því það eru svona megin viðfangsefni í íslenskri pólitík á 7. og 7. áratugnum sem eru endurheimt menningarverðmæta og þá ég að hugsa handritin og síðan eru það þá hafréttarmálin sem valda því að Íslendingar fara að samsama sig meira með þjóðum svona sem standa utan Evrópu. Það að segja að það fer að verða í lagi að segja sem svo að við vorum nýlenda Dana eða við vorum háðir Dönur lífið á eða staða okkar var ekkert ósvipuð því sem að var hjá nýlendum annars staðar í heiminum og þetta bara megin svona menningar barátta stjórnvalda og þið vitið þetta greinir sig út allt samfélagið að reyna að samfæra umheiminn það að við séum Evrópumenn en að við séum ekki skrælingjar. Já. Og ég tók einhvern saman svona hvernig þetta hugtak skrælingjar sem mjög negatíft hvernig þetta notað hér á landi og það einmitt notað í þessari merkingu að niðra fólk og maður sér svona sem maður tekur saman svona hvernig þessi hugtakanotkun að þá sér maður svona ákveðið rís í þessu svona það samhliða því svona að þjóðnis orðræðan verður svona hvað snörpust þá mest þörf fyrir að nota þetta hugtak að við erum sem sagt ekki þeir eru svona, þeir eru skrælingjar og þeir eru bara á öðru plani heldur við erum aftur eins og Ingólfsstyttan og við erum einstök. Það væri forvitnilegt að velta fyrir sér hver sjálfsmynd Íslendinga væri ef við hefðum ekki handrita auðinn þann arf allan. Já, það náttúrulega meðal annars það sem að menn sem að við vísum í en sko En ekki hægt að setja handritin líka einmitt í samband við ekki bara evrópska menningu heldur sem sagt við umheimið meiri segja að það vel allt sem tekið og lagt til grundvallar einhverju þjóðirnis hyggju væri alveg hægt að nota til þess að réttlæta meiri opnun eða svoleiðis heldur stór spurning. Jú, sko ef við reynum svona að horfa bara á Íslands samfélag þá held ég að maður getur greint þetta samfélag einhvern veginn þannig að þetta svona samfélag sem á milli einhvern veginn. Þetta er auðvitað
hluti af evrópskri menningu, þetta kristið samfélag og verður kristið svona svipað leyti og stærstur hluti af svona norðvestur Evrópu og nú þetta ritmenningar samfélag, en svo auðvitað bara mjög margt í þessu samfélagi svona þegar við horfum nánar og það sjáum sem að líkist því sem að í samfélagum sem að eru nyrst á jaðrinu. Þið vitið, það bara veiðiskapur, nýta hlunnindi og svona einhvern veginn húsakynnin. Þegar við skoðum bara íslensk húsakynni þá líkjast þau sko, alveg ótrúlega mikið bara vetrarhúsunum í Grænlandi og ef við skoðum byggingarkultúr svona á þessum nyrstu svæðum jarðar þá þar alveg gríðarlega mikil samsvörun. Vorum við þá að afmá okkar hugmyndir okkar eigin skrælingjaskap þegar við jöfnuðum nánast öll torfísin bara við jörðu á einni nótt? Já, það bara nákvæmlega það sem verður að gera að það náttúrulega óþolandi að sjá þess að kofa og það bara varði ekki meiri fögnuður en þegar að fyrstu jarðíturnar komu og þeirra megin hlutverk að það var að ryðja niður og þetta vinnuvélablæti enn fyrir hendi alltaf fyrir kynustur í Mývatnssveit á heimaslóðirnar sko, það alltaf hátíð ef einhver er á gröfu eða með ítu það er mitt í allri náttúrufegurð þá þessi framfara hyggja hvernig tengist við vitum það ekkert skemmtilegar heldur en það en við erum kannski komin aðeins út fyrir efni í þessu. Það er það. En hérna svolítið fyrirgefðu sumarlið en það er komið nýr gestur, þetta er svo ægilega spennandi að og ég þá ekki bara þakka fyrir mig og akkur er þetta ekki bara gott partí? Það er ennþá, en þú mátt fara Þekkist þið það? Samskiptendar. Nú, fyrstlags viltu ekki bara setja áfram? Ísland er nú þú veist eins og sendur í slangur orðabókin ég verð svona slímusetta hérna það er nú alltaf gaman að velkomin vertu og takk fyrir að koma til okkur og hérna Ég ætla að grípa eitt orð vegna skipulagsins hér í þættinum, kæru hlustundur og áhorfendur, að nú eru 19 mínútur þangað til klukkan verður 9 og við erum hér komið með 3 gesti og við eigum í rauninni inni 10 mínútna hlé klukkan 9 vegna þess að í þessu Íslandsmeti þá mega þáttastjórnendur taka sér pásu 5 mínútur á hverri klukkustund og við höfum óslitið verið í loftinu Oddný, staðið okkur vel frá klukkan 7. Við skulum ekki dæmi það sjálf kannski. Hvað það var að við höfum ekki enn tekið pásu Já, varandi það, já. Þannig að mögulega verður pása 5 eða 10 mínútur að lokinni þessari sessjón. Ég vildi bara svona rétt áreita það. En áfram með smjörið. Þetta hefur liðið eins og bara kortir þegar það er svona skemmtilegt fólk. Það er sólarhringurinn hjá okkur, örugglega. Og við erum svolítið í hugrenningatengslunum nefnilega hérna í líka uppröðuninni að því að sumarliði er að tala bók sem fjallar Ísland og Grænland og mér fannst gaman að fara allir Færeyja daginn og sjá þar bók Áslaugar skrímslabækurnar að þær eru bara algjörlega betsölu bækur í Færeyjum og svona ég held eiginlega allir sem ég talaði við vísuðu til þessara bóka að þær væru svo vinsælar í Færeyjum. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að bara séu vel, já. En þetta er náttúrulega samstarfsverkefni okkar 3 höfunda. Það er Rakel Helmsdal sem er færeyski Já, hún er höfundurinn. Já. Þannig að það er Eru að skrifa skrýmsladeild Sjálfstæðisflokksins eða? Nei, þetta er sko þetta er róttæklingar þessi skrýmsli. Loðin og hressileg. Má ég biðja þig að sýna þeim sem eru að horfa á okkur kannski rétta bækurnar upp? Já, sko ég reynda glemdi hérna skrýmsla Veitslu sem er færeyska útgáfan sko, en þetta er hérna íslenska. Já. Og svo greip ég bara það sem var efst svona í bunkanum til að þessi var líka nýkomin út í Lettlandi, þetta er fyrsta bókin. Já, og þú Nei, fyrir ekki Íslandi. Áslaug Jónsdóttir, það er þú og svo er það sænski Kalli Guttler og Rakel Helmsdal. Já, þannig að bókin kemur alltaf út á 3 frumtungumálum. Við tökum það fram, það er ekki þýðingar. Vinnum þetta saman.
En hafa þeir komið út í Grænlandi, má ég spyrja? Nei, reyndar ekki. Þeir hafa kannski bara nómið sín skrifsli þar, sko. Alls konar ásókn. Alls sé ekki mikið þýðingar á milli, sko, ég hef nú bara... Ég reyndar... Það er náttúrulega þýðing yfir á dönsku eða hvað sumarlið. Myndi það bækur sem kom út í... Já, flesti grænlendingar eru talandi á dönsku. Þannig og þetta samfélag er tvítingt, þannig að það sem væri á dönsku yrði vantanlega að lesa í Grænlandi. En það er hins vegar örugglega mikill vilji fyrir því að efnið sé aðgengilegt á grænlensku. Já, sko það var eitt grænlenskt forlag sem gaf út bókina Ég vil fisk eftir mig sem kom þá út á dönsku og grænlensku hjá þessu sama forlagi. Já. Og hérna þá var mjög gaman, sko. Ofsalega, ég setti líka upp bókina og orðin svo löng að það þurfti að setja niður, letri niður. Já, við erum með grænlenskan útdrátt á grænlensku hérna í þessari bók og þetta er ótrúlegt tungumál og þetta er sem sagt þetta er ótrúlegt einlega hvernig þessi orð eru mynduð. Já, það er alveg magnað. Það er einhvern veginn, það er virðist verið að sé alltaf að bæta við þau. Já. Og þetta er svona, hvert eitt orð er kannski komið yfir á aðra línu. Já, svolítið eins og ungverska kannski. Það sem ég var að reyna bara að horfa á þetta svona sem grafíker að þá hérna sama orðið sem stendur þau ekki í íslensku og það var alltaf að breytast í grænlensku. En það fór bara eftir því hvernig það einhvern veginn stóð með öðrum orðum eða bara eins og fiskur, ert að borða fisk eða veiða fisk eða allt þetta, þá breytist orðið, sko. Þá er fiskur orðin eitthvað allt annað. Já. En sem sagt að grænlenskt ritmál hefur enga síður það verið til lengi. Það er fyrstu draug að grænlensku ritmáli er alveg frá 18. öld og við gerum kannski ekki ráð fyrir því að það hefur verið mikil útgáfa grænlensku en það hefur verið gefin út dagblöð í Grænlandi frá því með 19. öld. Þannig að staðan þar er í rauninni af svo mörgu leyti ólík því sem að við höldum. En þegar við tölum grænlensku, er þetta ekki minnst að kostu 2 mál eða? Jú, svo er það náttúrulega það líka, sko. Það er vesturgrænlenskan og síðan er í rauninni annað tungumál í Vesturgrænlandi hjá þessum 5.000 manns það bil sem búa þar og síðan þá það þriðja í rauninni nyrst vestanmegin þar sem að við köllum það yfirleitt Thule en það er sérst bærin Kanag er þarna nyrst vestanmegin en fólk er nú, það er líkindin eru kannski svona ekkit ósvipuð því og eru á milli Norðurlandamálanna þriggja dönsku, sænsku og norsku. En hafa bækundur tímarstofnaliði komið út á grænlensku af einhverju? Nei, það hafa ekki. En við vildum koma til móts við grænlenska lesendur með því með skort að vera með útdrátt á grænlensku hérna. En það er eiginlega, þú hefur verið þú hefur náttúrulega bækur þín hafa verið þýddar yfir á mörg tungumál, veistu hvað mörg bara... En svo skynslabækunar, það er eitthvað 17, 18, ég er ekki alveg, eða ég mannaði ekki alveg. Hefur maður eitthvað upp úr slíku? Nei, það er svona, kemur stundum eitthvað, það er eitthvað smá spórsla sem kemur, þú veist, þetta er náttúrulega aldrei mikið verð í barnabók, það bara verður að segjast, þið vitið höfundulaun. Svo er þetta kannski 5-7% af verði bókarinnar sem deilist þá á milli höfundanna og agentin eða forlagi tekur 25% af því. Já, það er full ástæða til þess að þannig ég talaði með sölubók í Færeyjum og það kannski mitt er ekkit, það er náttúrulega ekki gríðaleg við náttúrulega erum 3 og þá hérna svona jafnaldar sig út af við, en það er aftur tunga. Já, en myndir þú segja, er það ekki svona þín reynsla að það sé jákvætt eða myndir þið kannski 3 í það sameiginlegt að finnast sko mikilvægt að Íslendingar séu í tengslum við svona menningarlegum og pólitískum og kannski við þessar, hvað er það kallað? Jaðar þjóðir bara? Já, þetta er formgert fyrir 40 árum. Hvað er formgert? Jú, þetta samstarf.
í vestnorræna samstarfinu og það er einn bara viðurkenning á því að þessar þjóðir og þessi lönd að þau eiga mjög margt sameiginlegt og það sem sagt samstarf hefur verið síðan á undanförnum 4 áratugum, það hefur verið víkkað alveg gríðarlega mikið og það er náttúrulega alls konar hagsmunir þarna að baki og auðvitað styrkur líka því að þó að það sé ekki margt fólk sem býr í þessum löndum, það er að sígi 400.000 hér, 60.000 í Færeyjum og Grænlandi að þá er þetta náttúrulega alveg gríðarlegu landmassi þarna baki og gríðarlega stórt svæði. Já, mér langar rétt að minna á það að eftir hrunið voru Færeyingar þeir fyrstu sem lánuðu okkar og brutu ísinn. Þannig að þetta er virkilega góðir nágrannar. Já, hefur við sinnt þessari, einmitt, við höfum kannski ekki alveg verið sinnt okkar nágrannum sem skildi eða svoleiðis eða sinnt nógu mikinn áhuga, við höfum ekki skynjað mikilvægið eða hvað, af því að eins og þú segir sumarlið við höfum verið svona ennþá í því að sanna okkur að vera þjóð meðal Evrópuþjóð einhvern veginn. Og 10% þjóðarinnar á Tenerife. Já, og svo ef ég má vitna aðeins, ég veit að það særði pappa minn mjög að því að hann var að beita sig fyrir þessar samvinnu. Þegar vorum einhverja bölvaða stæla við grænlensku togarana sem vildu koma með fisk og landa hér og fá vistir og það var allt í einu bannað, vorum með alls konar rugl í stæðum bara að hjálpa þessu nágrannum okkar og vera þjóð meðal þjóða sko. Af hverju var það bara? Ég man ekki, það voru eitthvað mjög skrítin sjónarmið. En skrælingjar, en Íslendingar hafa notað orðið eða lýsinguna skrælingjar Grænlendinga, er ekki? Já, langt fram eftir 20. öld en þetta er nú svona það er að takast að láta þetta hugtak hverfa en svo er raunar líka til hin hliðin í þessu samhengi þar sem að það voru líka til hér á landi þessi viðhorf sem sagt að við erum á sama báti og maður sér þau viðhorf svona til við hliðina og það kemur þó líka fram í samstarfi, það hefur samstarfið í rauninni mun eldra heldur en þarna frá 1984 þegar vestnorræna samstarfi byrjar, það kemur fram í því að alveg frá 3. áratug síðustu aldar að þá eru ungir grænlendingar sendir hingað til að læra búskap og það tengist því að snemma á 20. öld þá er flutt íslenskt sauðfé til Grænlands og það er þar ennþá og er grunnur einsamsagt að sauðfjárbúskap á. Og er ekki Grænlendingar enn að sækja landbúnaðarskólana í dag sko? Þetta er enn svona og satt séð þetta verið bundið bara við meðal annars við bara ákveðna fjölskyldur að taka á móti þeim og svo er þetta skemmtilega samstarf sem að Kalak hefur staðið fyrir núna ætlir ekki að verða 20 ár sem er fyrst og fremst við Austur-Grænland það er í gegnum bæði Skákina og síðan koma börn frá Austur-Grænlandi til Kópavogs og læra að synda og vera hérna í 2-3 vikur. Er Skákin arfleið Hrafns Jökulssonar? Já, blessu sér minning hans. Já, ótrúlega vel gert. Það var náttúrulega bara ótrúlegt verkefni en mér finnst líka mjög mikilvægt svona að halda því til haga að það er ekki bara þannig að ég er alveg viss að grænlendingar geta lært allt mögulegt af Íslandingum en ég er líka alveg viss að við getum lært allt mögulegt af þeim. Já, ég ætla einmitt að segja að þetta er nefnilega allt við sem erum að setja okkur í þá stöðu að kenna grænlendingum. Já, nákvæmlega. Það vantar svolítið þetta að við förum þangað og lærum af þeim. Það er bara þannig að það er bara líka á hinn veginn og það er kannski ekki síst það sem við þurfum að opna augun fyrir. Og kannski pólitísku samhengi núna að standa saman líka
heldur betur Já. stórþjóðum og stórfyrirtækjum og hérna svona ásælni. Manni dettur í huga þeir getur kent okkur sitt hvað á náttúrulæsi, ekki satt? Til dæmis. Já, sem dæmi. Og aðeins má nefna framtakana Vigdísar Finnbogadóttur forseta með að varðveita tungumálin í heiminum. Það var stórmerkilegt. Já. Og ég var svo þakklátur að fá að leggja hönd á plógin hérna með hljóðmálin í hérna stofnun Vigdísar eða húsi Vigdísar Beröld. Og maður skildi líka hafa í huga hvaða tapast miklar upplýsingar þegar tungumál tapast. Ég held að í grænlenskunni séu 17 eða 18 hugtök ís og snjó sem fer eftir því hvort hann haldi manni eða ekki, sem lífsspursmál í hérna Grænlandi. Já, bara það. Hvort hann sé heldur, hvort hann haldi eða ekki og hversu miklu. Og ef enskan væri tekin upp, þá tapast þessar upplýsingar. Hugsa sér, já. Skilji. Bara danskan. Þannig kemur aftur tengsli mitt svona einhverjar sem að maður gæti haldið sér bara ljóðræna, einhver blæbrigði, en eru kannski verkfræðileg lík leið, sko. Já, ekki spurning. Ég held að við hljótum að vera líka með mörg orð rigningarsutta og slittu drullu. Við mörg orðið rigninguna, sko, okkur veitir ekki af. En myndir þú segja, Áslaug, í gegnum þegar að verða þýða bækurnar þínar að þú komist og til dæmis yfir á eða þar eru skrifaðar líka jafnliða á færeysku. Já. Þú ert að upplifa að þetta sé mikilvægt, að því menn tala um það mikilvægt að vera í menningarsamskiptum, þessi ekki bara þessi pólitísku samskipti. Já, mér finnst og alveg bara það sko fyrir utan bara svona félagslega þá þetta mjög skemmtilegt samstarf út á tungumálum, af því við erum bara uppgöta einhver orð og túlkanir sem að og það gerir það að ég breyti stundum í textanum mínum að bara frábært orð. Ég hlýti ekki að fundið eitthvað sambæl. Já, heyrðu, þetta eins og það. Þannig að, já. Og aftur rakalegur, ég man að hún skúmaskot, hún setti skímaskot, eitthvað, þú veist, bara aðeins munur, en þá fann hún þetta, já, heyrðu, þetta hérna, og þá þetta stundum, ég veit að líka í sænskunni, þá hérna hefur, já, þetta svolítið gamalt orð, sko, en ég ætla að nota það, því þetta líkist svolítið. Þannig að við erum að hafa áhrif á hérna, textan hjá hvort öðru, á þennan hátt, sko. Já. Tengist þessu ekki beint, en mér langar að hérna, koma með eina stutta gamansögu. Ég bjó í Wales 1,5 ár og ég var nýfluttur til Wales þegar ég sá Ystafell. Já, einmitt. Stórt skilti. Og þetta var inn í einhverjum skóla og ég bara Ystafell. Þetta var ekki sagt að velska væri allt öðruvísi en íslenskan og þóttist nú harðlega glaður. Þá var þetta Ystafell sem að hérna þýðir herbergi. Já, IKEA þar mikið Ystafell. Er það IKEA? Já, þetta er svefnherbergi. Já. En við fannum kannski að skilja loksins hvað Ystafell þýðir. Já. Bara gott í Ystafelli. Fyrir kynnungana. Já. Nágrann okkar. En þetta hérna með, já, þetta með að því að sagði hérna frá litlu grænlensku útgáfuna fiskinn, stelpan sem vildi borða fisk og hérna íslensku útgáfuna þá fer hún náttúrulega bara í fiskbúð með pappa sínum og svona og þar er einhvern veggspjald og hún skoðar þetta og uppstoppa fiskur eins og þið sé þetta kannski í sumum, það er svona einn og einn einhver uppstoppaður en ég hafði þetta á tekníkunni og svo bara vantar þennan grænlenska texta við þetta, að hún hefði stelpan þarna og ég spyr býtu, hér vantar eitthvað að glemst sko, nei, sko það var nógu erfitt að barnið væri að fara í fiskbúð sem er ekki til kannski á Grænlandi, þú fer bara og ræðið við næsta mann og svo bara aldrei í lífinu væri verið að eitthvað hengja upp döðan fisk svona, það er lengur búið að geta hann alltaf. Já, við veitum, já, einmitt. Nákvæmlega. Já, sko það er þetta að hugtökjan þurfa náttúrulega að vera til. Já. Bara fyrirbrigðið, sko. Já, og það er kannski vandi sem að þegar maður stendur í svona þýðingum að þá það er svo áhugavert. Maður sér náttúrulega í fyrsta lagi sinn eigin texta og biður Guð að hjálpa sér. en svo er náttúrulega bara allt þetta sem að þarf að koma milli menningar heima sem að er snúið af því að það eru öll þessi blæbrigði sem að þurfa að fylgja með. Er þetta ekki eiginlega svo mikilvægt eiginlega ferli, þetta þýðingaferli mitt að þú nefnir þinn góða Julian Darcy, góðan þýðanda sem tala náttúrulega alveg óbúslega góð íslensku og það er svo gulls í gildi að fá að vera í samskiptum við góða þýðendur og það er
svolítið mikil synd ef að menn halda að það sé hægt að láta gervigreind það ákvæði, sko, því þá tapast kannski þessi lærdómur. Já. En það breytir ekki því að það getur vel verið að þessi tækni geti hjálpað eitthvað. Já, við útilokum það nú ekki kannski. Nei, engin íhald sem ég hérna. Hún getur þá bara lesið yfir kannski eða eitthvað. Þú veist, villuleitar náttúrulega búið að nota það lengi, sko, sem einhvers konar gervigreind. Já. En þú gerir nú allt sjálf, Áslaug, þú er það ekki, þú teiknar og þú sem sagt, þú þýðir ekki sjálf, en þú ert í svona miklum samskiptum við í útgáfunni, sko. Já, ég bæði, þú veist, að því ég er að brjóta bækurnar og teikna og bara, ég vil skipta mér af, það er bara svo leið, sko. Og það er mikilvægt, finnst ég, bara til þess, og svo fylgir þeim eftir líka. Já, og ég, til með þessi hérna fyrir að koma á sænsku líklega, þann Jón Svedenmark, ég veit ekki hvort þú kannast ég þekki frábær sænskur þýðandi og hann, að þetta er nú rímað og svona vers, sko, en ég var búin að líka hugsa þannig að það væri hægt að taka eitthvað annað úr myndunum og hann gerir það mjög skemmtilega og bara ég rifnar á sænsku útgáfun heldur um negin bara að fyndið en skemmtileg. Það komið að því að við verðum bara að setja punkt hér. Hvað segir við? Mér erum bara rétt að byrja. 2 klukkustundir af marathón útsendingu samstöðvarinnar, þeim er bara lokið. Já, en þau líka lúxusvandi þegar maður er með svona góða viðmælendur og mér finnst við getum farið í sko langa siglingu, einmitt bara til Grænlands og farið siglingu norður slóðir og við myndum aldrei verða uppiskroppa umræðefni. Ég er laus í september. En ég tek undir það með Oddný að það búið að vera frábært að sitja með ykkur. Kæra þakki fyrir að koma og auðga þennan fyrsta legg marathón útsendingar samstöðarinnar sem við stöndum fyrir núna í fjáröflunarskyni. Við erum að leita að nýjum áskrifendum fyrir okkar stöð sem væri ekkert án ykkar viðmælendana. Egu afkynna þótt allir kannski þekki má byrja ykkur kannski afkynna ykkur svona bara eins og á ráðstefnu. Takk fyrir mig, Áslaug Jónsdóttir hér. Já, takk fyrir. Ólafur Hjálmarsson, verkfræðingur, takk fyrir mig. Sumarliði Íslefsson, sakfræðingur. Takk fyrir mig líka. Og má bóðu getum við kannski mynd á hvað bókin í sumarliði heitir á íslensku bækurnar þínar þannig að fyrir þá sem hlustendur og áhorfundur sem langar til þess að lesa ég var íslensku útgáfurnar. Ég var að skilja þessa bók eftir handtekur, þetta er þess að íslenska útgáfan frá 20 í fjarska norðursins heitir hún Ísland og Grænland viðhorfa saga í 1000 ár og svona ídátið öðru broti og hérna aðeins breytt en svo er sem sagt útgáfu hóf svo ég nefni það til að fagna útgáfu á ensku útgáfunni 4. júlí milli 17 og 19 í Víkinni sjóminjasafninu og það er allir velkomnir. Og er það ekki líka afmælisveislan þín sumarliði? Jú, það er svo tilviljun sem sagt. Þannig ég segi til hamingju með afmælið og takk fyrir þetta eru fyrstu gjafirnar sem okkur berast hérna í marathóninu. Sko þið fáið ekki þetta eintak bara hérna því að þetta er eina eintaki sem er komið. En þakkaði fyrir þetta er alveg glæsileg bók náttúrulega þessi íslenska. Já, og ég held að siðareglur blaðamanna heimil okkur að taka móti þessum gjöfum því þær munu nýtast okkur til menningarlegra afreka. Má ég biðja þig að líka aðeins sína þessa bækurnar þínar þóttu þessu komin að fram yfir tíman, ég veit það sko. Já, allt í sómanum sko. Þetta er nú hérna með handabókin mín sem ég gerði þegar ég handlegsbrotnaði og gat illa unni nokkuð. Allt annar handleggur heitir hún. Já, þá setti ég hérna sem sagt á hverjum degi meðan að ég fór að horfa á þessa vonlausu höndan í fallanum og fór náttúrulega bara að leika mér eitthvað með það þannig að hvernig degi byrti ég mynd svona og setna samtíði svo limrur og það er mitt alveg tilvalið því að hafa hérna allt annar handleggur. Skemmtilegt. Og nú ætlar að gefa okkur líka. Já, hún er með rauðum hérna svona nú en skemmtilegt. Þetta er að gefa mákonu minn en í Stínu eina bók. Er hún núna í... Hún var að brjóta sér svo illa. Þú gefur henni, þú kaupir mig. En ég verð að segja að þetta kemur sér líka vel ef einhver skildi vera veikur að farfallast hérna okkar gestum, þá getum við lesið kannski upp úr og sýnt upp úr þessum bókum í dag og í nótt og morgun. Þannig að hjartans þakki fyrir að koma til okkar. Og við ætlum kæru áhorfendur og hlustendur að gefa ykkur tíma okkar næstu 40 klukkustundir eða svo við verðum að í alla nótt og næsti dagskráliður hér, það styttist í hann Gunnar Smári Egilsson ætlar að ræða við Þórarinn Tyrfingsson
sem lengi var læknir og framkvæmdastjóri hjá SÁÁ og síðan bara röð viðtala og skipulagðra umræðu stunda eins langt og augað sér og í raun miklu lengra. En við Oddný Eir Ævarsdóttir þökkum ykkur kærlega fyrir samveruna. Fannst þér þetta ekki bara ganga allt í lagi, Oddný? Jú, mér líður mjög vel, takk. Ég neita því ekki að það væri alveg gott að fara að pissa ef maður má nefna það orð. Nú færðu að gera það. Það verður örlítil pása. En þetta var alveg rosalega gaman, en ég finn aftur fyrir þessu svona í hálfgerðum kvíða ef þetta verður alltaf svona að mann finnst bara að fólk verið rétt komið í stúdíu þegar maður þarf að kveðja það, af því að það svo margt sem þarf að ræða ennþá, en þá náttúrulega erum við líka að minna á að við erum að undirbúa vetrardagskrána okkar og vonum þá að þið kannski komið aftur til okkar og höldum áfram samræðinni. En kæra þakkir fyrir samveruna, hlustundur og áhorfendur, vonandi er hún bara rétt að hefjast. Kæra þakkir til ykkar gestana. Eins og ég segi, næsta viðtal spjall Gunnar Smára Egilssonar, að sjálfsögðu beinni útsendingu eins og allt annað hér helgina við Þórarinn Tyrfingsson. Ég verð aftur með morgunsjónvarp klukkan 7 í fyrramálið. Ég veit ekki hvort ég verð einn þá eða hvernig það verður, en þið líka eftir að sjá mig oft síðar í dag sem og Oddnýju, því þannig jú marathon. En takk fyrir okkur í bili eftir andartak næsti dagskrárliður. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathon málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.